Komið sæl og gott kvöld, Rauðaborðið heilsar. Eftir að ég hef talað við viðmælenda minn, þá verður hvert efnið eftir öðru. Það er skemmtilegt og fróðlegt efni sem er framöndan og glæsilegi viðmælendur. Ég átti að lesa upp svo langar texta að ég bara legg ekki í það. En til mín er komin varaformaður Geðhjálpar, það er Elín Ebba Ásmundsdóttir, eins og ég er búin að leggja mikið á mynd til að muna þetta. Það skiptir ekki máli. Nei, þetta er rétt, þetta er komið til skila. Heyrðu, en hérna tílinni ég bæði að koma, það er ekkert skemmtilegt. Nei. Það er þetta mál í Neskustad. Það sem maður sem átt að vera í nauðungavistun var það ekki. Og við þekkjum framhaldið sem er alveg hryllilegt. En sko, er ég að skilja þetta rétt að það hafi bara vantar pláss fyrir mannin. Þannig að þurft að fara fyrr út í samfélagið vegna þess að það er ekki aðstæð til að hýsa fleiri sem að þurfa á nauðungavistun halda. Sko, ég var nú að horfa fréttinar á hann hérna í stöð 2. Já. Og þá að tala við heilbrigðisráðherra og dómsmálaráðherra og yfirlæknir og landsárum sko. Já. Að þeir ætla allir að bretta upp ermarna núna og reyna að hérna það er búið að vera lengi á sko teikniborðinu svona öryggisdeild. Já. Og ég veit ekki af hverju að það hefur senkað svona en ég svona, mín nálgun á þetta, því við þurfum náttúrulega að bregðast við þeim vanda sem er. Það er þarna fullt af einstaklingur sem kannski þurfa töluvera aðstoð og eiga alls ekki að vera einhvers staðar einir í herbergi og ekki þykjandi neina aðstoð, sko. Og það er alveg miði á eitthvað hryllilegt eða einangraða mikið. Fólk verður, þú veist, við verðum öll píld, við erum þannig gerð mannskepnan að ef við erum ein, hérna eins og þegar við vorum út á slettinu og svona, ef við vorum skilin eftir ein, þá verðum við náttúrulega ósjálf ráttóldi hrædda því við þurfum að verja okkur og það sama gerist og við búum í stórborg eða eitthvað svona. Að við þolum ekki sko, hérna einangrun, þó við hefum aðgengi af fólki, það bara, ef maður tilheyrir hvergi og það er heldur ekki tilvíðan eins og Bretar eru búin að setja bara sérstak ráðuneyti sem heitir einmannaleika ráðuneyti. Alveg rétt. Og í þessum sko vestrænu þjóðfjölum þá er til dæmis gamalt fólk að deyja og ekki bara gamalt, þetta fólk að deyja og uppgötast ekki fyrir mörgum vikum seinna að það sé dáið. Það er enginn sem er að fylgjast með því. Svo að hérna, við þurfum að bregðast þess en svo þurfum við líka að kíkja að við erum nú að því við vorum að tala saman við erum bæði fædd á miðri síðustu öld að samfélagi hefur breyst alveg gífulega því ég vil meira sko horfa á orsakaþættina. Þetta eru afleiðingar og við þurfum að bregðast við þeim en við þurfum líka að huga að forvörnum að sko samfélagsgerðin er allt öðru vísi. Við erum það er alla kynslóðir hver af sínum kassa. Hérna áður fyrir það byggum við saman. Það var eldra fólki sem studdi yngra fólkið og ég er farin að hugsa svona í dagi sem ég ætla kannski vera eitt af mínum börnum sem búa í sama hús og ég. Þannig ég get stutt þegar ég er hætt að vinna. Af því að og hugsa ykkur einstæði foreldrar og svona núna þegar eru verkföllin að þá, þú kannski ef þú átt að hafa ömmu eða frængur og svona sem getur leita til en þeir sem hafa ekkert svona bakland og þá er ég fólk sem kemur kannski erlendum uppruna sem er ekki með stór fjölskyldu. Þetta hefur allt áhrif á heilsuna, ekki bara geðheilsun heldur líka líkamlega heilsu og við þurfum einhvern veginn að koma með öðruvísi lausnir en ef eitthvað gerist hérna á Íslandi þá er alltaf lausnin við þurfum fleiri pláss. Við þurfum fleiri heilbrigðisstarfsmenn, okkur vantar hjúkrunarfræðinga, okkur vantar lækna, okkur vantar hitt og þetta. En við sem samfélag, við eigum líka hluta af máli. Menntunin á líka hluta af máli. Við höfum á einhverjum tíma ákveðið að allir eiga að læra eitthvað ákveðið, allir eiga að geta lesið og skrifa ritgerð og ég veit ekki hvað. Svo búum við til listaháskóla og við búum til alls konar nám. En við erum alltaf að ætlast til þessu fólki að allir geti til dæmis geti skrifað. Það er búið að setja allt til dæmis á háskólastig til þess að hækka launin en þá missum við þetta fólk sem er kannski með lesblindu eða kannski á erfitt með að skrifa og það getur ekki farið í þetta nám og þá kannski lenda þeir í einhver lægri launum, þá kannski verða reiður og svona og hérna þannig að mér finnst að þurfa að endurskoða
alla námskrár. Já. Það ekki bara að fara í verkvöld og vilja hann í laun, viljum það, en ég vil á sama tíma að kennara berjist fyrir því að við erum komið með allt annan hóp í hendurnar. Já. Og við erum farin að vera miklu duglegir að greina, en við þurfum að, til sem ég bara hugsa núna, því bara hugsa upp á við erum alltaf að greina einstaklinga og við erum alltaf að segja þessi einstaklingsvandamál. Ég vildi gjarna til þess að sálfræðingar myndi beina þekkingu sinni ekki endilega á einstaklingin, heldur beina þekkingu sinni á stærri heildir. Hvernig getum við haft áhrif á líðan heils bekkjar? Hvernig getur sálfræðingur komin í bekk? En við erum alltaf að taka einn og þetta út og við erum alltaf að setja merkimiða og ég var til dæmis líka að hugsa að því ég er að vinna með mikið á svona þessum köllum jafningjastarfsmönnum, fólki sem hefur sjálft átt reynslu og er farið að vinna við þetta og Landspítalinn Geðdeildin er farin að ráðast líka einstaklinga, að það segir við mig, það myndi ekki hjálpa mér í dag að leggjast þennan geðdeild, ég vil ekki leggjast þar. Af því mér finnst það ekki hafa verið komið fram við mig eins og mannesku heldur sem eitthvað svona tilfelli eða sjúklingur sem þarf að gera eitthvað við eða hjálpa. Skilurðu? Já. Þannig ef við höldum áfram, ég vil alveg fá fleiri pláss á geðdeildum. Ég er ekkert móti því, en við þurfum líka að breyta hugmyndafræðinni sem það ríkir. Af því hún er enn dálítið þetta með að greina og setja og aðgreina okkur frá í staðan fyrir kannski erum við bara að bregðast eðlilega við einhverju sem er ekki heilbrigt. Og þó ég vil ekki fara inn í þetta mál en ég sá bara, þú veist, hann hefur eitthvað verið að nota kannabis og áfengi og bla bla bla, en af hverju sækjust við í svona efni? Það eru þeir frekar sem þurfa að deyfa sig sem hafa orðið fyrir einhverjum áföllum í lífinu. En svo erum við líka að passa okkur, við höfum ekki kenna einhverjum að því hérna í gamla dag þegar ég var ung og var að læra, þá var talað svona að það var ákveðna tegundur af mæðrum sem eignuðu ákveðna tegundur af börn sem mæðrunum að kentum. Við erum ekki að fara þangað, en við þurfum samt að vera meira meðvituð að fólk verður fyrir áfalli og við erum kannski ekkit að bregðast því, en við erum kannski orðin betur af því núna, en krafan er alltaf, ég með einhverja greiningu, ég vil fá þessa hjálp. En það er svona einstak, nú er ég komin í alveg hringi, ég er svona, það þetta með að það er svo mikið í samfélagsgerðinu og bara til að segja þér að því að nú hérna erum við farin að hugsa á sumstöðum og í Norðurlöndum líka öðruvísi. Hérna áður fyrir það fekk aldrei fjölskyldan að vera með, heldur var einstaklingar tekið út og fjölskyldan var svona haldið til hliðar. Nú er farið að vera miklu algengara að það sé allir kallar á borðinu ef einhver er í vandræðum. Þá er systkini, vinir, jafnvel kennarar, samstarfsfólk. Það er allir kallar á borðinu og hugsa hvað teljið þið að sé ástæðan fyrir að viðkomandi sé eiga erfitt? Hafið þið eitthvað til að leggja að mörkum til þess að styðja við viðkomandi? Þannig að þá koma allir að borðinu. En þá náttúrulega er ekki lausnin í einum geðlækni eða skilur við. En við erum farin að sjá það að það er eitthvað í samfélaginu, eitthvað í samfélagsgerðinu sem gerir það verkum að við ráðum ekki við þetta líf og kannski vantar einhver stuðning, en stuðningur þarf ekki endilega að vera í formi sérfræðinga. Við þurfum líka að vanda okkur dálítið að nota þá til kannski erfiðustu málunum. Já, en nú eru sum tilfelli ábíla mjög alvarleg og mjög erfitt og fáar lausnir. Já, ég sagði það líka í byrjun, við þurfum líka að byggja við það, við þurfum að bregðast við þessum vanda sem er þegar, en á sama tíma líka að vinna í við viljum ekki að sé til fátækt fólk í Íslandi, við viljum laga það og við viljum líka laga það að veikt fólk sé þar sem að því bara, vel líður best eða ég veit það ekki. Já, en sjá til dæmis hvernig við erum ef að maður segjum að ég var ungur maður og hefði lent á brotið eitthvað af mér og fer í fangelsi og sitað af mér. Svo því ég kem út þá vill enginn hafa mig í vinnu. Ég er kannski búin að brenna einhverja brýr á baku mig, þannig ég þarf að vinna upp traust og svona. En ef ég er settur út á jaðurinn og ég fæ ekki tækifæri, það bara leiðir mig það að ég verð reið og hérna mér finnst ekki á sem tækifæri og ég er einmitt á þessu núna af því það hafa orðið núna með stuttum millibili mjög nálægt okkur eins og núna í Svíþjóð, þessi ungi maður sem að núna 10 mann sem að urðu undir það. Og ég tala nú ekki það sem gerist í Noregi fyrir 20 árum sem að heil eiga, sem ungt fólk var sem var í pólitík og vildi gera betra samfélag.
það sem að, þú veist, ef þetta hefði verið útlendingar, hvernig hefði við brugðist þá við? En þetta voru, sem sagt, normaður og þetta svíi og hann ræðst á sitt eigið og hérna það er einhver þarna, það er einhver gremja, það er einhver hérna vombriði eða eitthvað sem kemur þarna og svo til þess að í Bretlandi þá er það ungur maður sem eru fjölskyldu sem að hann er fæddur í Bretlandi en hann sker sig úr, þá verður rosalega uppþeytt, þá er allt brjótað að bramlað. Hefðu þið gert eins, þetta hefði verið Breti, sko, ef maður segir hreinræktaður innan gæsa Breti, sjáðu. Já, sem það er nú samt allar sinn aldur í Englandi, sko. Já, og talandi það, því það er voða lítið talað það, en að því það er alltaf svona reynd að klína geðunu við, ef einhver brýtur af sér eitthvað svona, þá var hann náttúrulega geðveikur. Þessi tveir menn voru ekki geðveikir, þó er kannski reynd, enda eru þeir sem eru geðveikir, þeir eru meira hætt á að það sé ráðast og þá frekar að þeir gera eitthvað af sér. Þannig að það líka passa upp á það. Það er alltaf, sko, alltaf sama sem merki eitthvað gerist, sko, en þá hlýtur hann að vera geðveikur, en það er bara ekki svoleiðis. Þeir eru meiri hætt að þessi aðrir sem ráðast á þá. En sko, lyfin, það er mjög lítinn prósenta, en það er þekktar aukaverkanir að þú getur fengið svona klikkaðar hugmyndir að drepa alla eða hengja eða hvað sem veri. Það er aldrei talað það. Og þetta eru meðulinn sem eiga hjálpa okkur sem geta líka, og þetta er ekki bara í geðlyfunum, mörg af þessu lyfin sem við verið að gefa okkur geta snúist upp í andhverfu sína, en við gleipum alltaf við því að því það kemur úr einhverju sérfræðingum, en við þekkjum ekki verkanir, en þetta er ofta ekki talað uppátt en þetta er mjög vitað meðal þeirra sem að hafa þurft að nota ákveðin lyf og hafa fengið svona skrýtnar hugmyndir og hafa hræðst mjög mikið. Og þau lyf eru bara ennþá á markaði? Já, en það er svo lítil prósenta og þeir sem eru að markasetja, það eru miklu fleiri sem eru að fá bata heldur en þessi nokkrir sem að fá einhverja skrýtnar hugmyndir. En þetta er líka því að þau eru eftirfylgd. Skilur, þú ert ekki að gefa eitthvað ef þú fylgist ekki með því. En ég er ekki að segja að það er þessu tilfelli, en mér eru oft grunar þegar svona fólk tekur oft upp á það að gera alveg crazy hluti, að því það var þekkt mál og það var David Healy, það er geðlæknir, sem komst inn í arkífs eða komst inn í heimildir hjá lyfjafyrirtækjum, þar sem að sá hvernig þið héldu til haga hlutum sem þið vildu ekki að það kæmist á framfæri. Það var eitt mál sem að var bara maður á miðjum aldri sem allt í einu tók upp á því að hann drap alla fjölskyldu sig sjálf og hann hafði aldrei sýnt neina svona hegðun en hann hafði verið að byrja að taka einhver geðlyf. Þetta er bara algjörlega falið fyrir okkur. Af því þetta má ekki vitast því þá verður við hrædd. En það er allt í lagi að nefna þetta, að þetta er til, en það er kannski mjög lítil prósenta. En ef það eru 50 milljónir sem taka inn eitthvað ákveðið, þá þarf ekki nema 5 dæmi til að gera eitthvað svona voðavegt. En það er ekkert fyllt eftir því þetta er bara sópað undir teppi, sko. Já, en þegar að, sko, ef það er þannig að veikur maður og niðurstaðan er svo að hann þurfi að vera í einangrunarvist. Já, og þá er það, nei, ég er ekki hættu þess að hættulegu sjálfu sér öðrum, og svo er bara aðstæðu bjóð ekki upp á það. Og þá er sá tími bara styttur, einhverju neyðist til að stytta hann, einhverju En þú veist aldrei þegar þú útskrifar einhver, að því ef þú, eins og við talum að það sé fáplás og þú þetta útskrifa, þá veistu aldrei hver mun gera eitthvað af sig, það veistu ekki, þá myndur bara halda öllum inni. Þannig að en við ræðum aldrei þessi mál nema gerist einhver svona voðaverk. Það er málið. Já, en í staðan fyrir við eigum að ræða þetta alltaf. Og við eigum að ræða hvernig börnunum okkar líður, hvernig okkur líður, við eigum að ræða hvað við getum gert fyrirbyggjandi, við eigum að ræða hvað er í samfélagum sem hafa áhrif. Og ég meina við báðum núna breytingar, Íslands samfélag, það vill breytingar, það vill skoða betur eins og það við eigum öll að geta átt í okkur á. Launin eigum verið þannig að við eigum að geta og við eigum öll að hafa tækifæri til að skapa okkur heimili og við eigum ekki til dæmis að þurfa að nota stóran hluta að tekjum okkur í húsalegu. Sko, það er bara bein
tekið á, þú veist að einhver tímar, það er nákvæmlega sama, þú segir, já, við útskrifum fólk sem hættulegt sjálfum sér og öðrum. Hvernig maður gera því? En ég segi sama, ef þú heldur svona áfram að fólk þarf að nota stærsta hlutana sínu, það sem það aflar tekna í að borga dýra húsalegu, að þá vitum við ekkert hvar tímasprengjurnar eru þar. Nei. En við ræðum ekki jafn mikið um það. Nei, það er einhver brýtur að sér, gerir eitthvað voðaverk, þá bara allt í einu. Stækka geðdeildirnar að byggja fleiri pláss og svona. Akkur erum við ekki með svona uppröpunarverki í sambandi við það að það er fullt af fólki sem sem bara býr við ömulega aðstæður og því ég er að vinna í þessu með fólki sem er á jaðrinum. Já. Og ég er að heyra sögur eins og til dæmis þau fá og þetta er oft einstæðir karlmenn, þau fá kannski í svona einhverju iðnaðarhúsnæði eins og við erum að setja fullt á útlendingum í, sem að hafa ekki, þau get ekki haft lögheimili þar, því það er ekki, það er ekki samþykkt og þá fá þau ekki niðurgreiðslu, einhver leigubætur og hvað þetta heitir. Þetta fer alveg vítarring, en þeir hafa ekki efna á að fara annar staðar, þannig að þá geta þeir ekki fengið, skilurðu. Þannig að það er svo margt sem þarf að laga. Það er ekki tekið á vandanum heldur, þetta færi bara kærjast og ykkur starfað úti. Já, þangað til að gerist eitthvað svona. Og ég veit ekki, pólitík snýst mismunandi aðferðir, hvernig við teljum að við getum gert betri samfélag, en ég segi alveg eins í samti við geðheilbrigðismál, þá erum við með ólíkar áherslur á hvað við teljum að þurfa að gera. Og ég sem er náttúrulega tilheyrir geðhjálp, við höfum lagt mikla áherslu á svona forvarnir eins og að styðja foreldra með ung börn, af því þar byrja tengslamyndinin. Og ef að þeir fá ekki, en hvað ef að gera ef að þau eru bæði að vinna og eiga ekki pening og þú veist hafa áhyggjur og svona, þetta hefur þetta áhrif á börnin. Þannig að það er ekki nóg að kenna þeim tengslamyndum, við þurfum að búa þeim öryggi og þá er gert eitthvað svona barnabætur og bla bla bla, þú veist, það er einhvern veginn svona plástra eins og hægt er. Til að ýta vandanum og svo hefum við talað að við viljum að skólarnir takist á að það er unnið eftir hæfileikum en ekki eftir einhverju staðlegum fyrirfram ákveðum allir eiga að kunna þetta og hitta, heldur eigum við frekar að fylgja eftir áhugasviði nemandans. Af því við erum ofta að drepa áhugahvöt hjá ungu fólki og það sé ég líka, við erum að fá krakka sem eru algjörlega búin að fá upp í kok á skólakerfinu af því að þau fá aldrei skilaboðum það að þau séu klár eða standa sig. Af því þau fitt ekki inn í eitthvað sem er fyrirbúin búið ákveða. Þannig að allt þetta þurfa að takast á. Við viljum líka geðrætt bara tala að þú lærir alveg eins hvað hefur áhrif á líðan mína, hvað skiptir máli að þú veist, eiga vini, hvernig hefur það áhrif að geðhúsinu eða við erum okkur strítt og svona. Þú veist, þetta sé alveg jafn mikilvægt að kunna starffræði í alvörunni. Við getum bara ítt núna á einhverja tölvu og einhvern síma að fá út. En það þarf að breyta svo miklu og svo líka þetta með að það á enginn að verða út undan og það við höfum reynt að byggja upp eitthvað kerfi en okkur hefur ekki tekist það því ef við erum með fólk sem upplifir það hefur ekki sömu tækifæri þá verða sumir verða reiðir þannig að það breynist gegn þeim sjálfum og það er oft fólk skada sig eða bara reyndamönd fyrir sér en stundum beinist reiðin gagnvart öðrum. Já, þannig að þarna getum við verið svona hægt og býða að búa til einhver vandamál og það í fólki, þá verðum við svona að íta fólki frá okkur. Við vitum ekki hverja afleiðingarnir kunna verða. Nei, en ég meina, ég er hrædd við það að við erum núna að Ísland er að breytast og við erum að vera svona fjölmenningaþjóð. En við erum að vera mjög passasum að við þurfum að hlúa af þessu fólki sem við tökum við þannig að það hafi sömu tækifærin og geti framfleytt sér og upplifið að það sé fullgild en ekki einhvern veginn til hliðar. Það er sagt að fyrsta kynslóðin, hún er bara mjög þakklátt og beygir sig. En svo kemur önnur og þriðja kynslóðin, henni finnst það óréttlátt því það hefur fæst hér á landi og er kannski, fattaru? Og það er það sem til dæmis er að gerast í Norðurlöndunum að það er að koma næstu kynslóðir, við erum að byrja á þessu þannig að við megum ekki gera sömu mistök og þau. Það var oft eins og í Svíþjóð það hafi verið bara heilu hverfin þar sem er bara fólk að erlendum uppruna. Þetta má ekki. Það verður að blanda og líka eins og með en þetta er náttúrulega bara áskorun sem við erum að kjósa stjórnmálamenn til þess að
hafa áhrif. Já. En svo þegar við kjósum og við breytum, þá ráðumst við líka alltaf á fólk og við viljum fá allt eins og skot, sko. Það er hérna, þannig að við erum strax eiginlega að byrja núna að ráðast á nýja. Nei, það sem eru bráðavandi. Já, það sem er bráðavandi, það hlýtur að þurfa að ganga fyrir. Já, mér heitist á henni heilbrigðisráðherra í dag að hún sé að bretta upp ermarnar. Já. En ég var nú með í einhverjum ára að kíkja við, það er nú alveg 3-4 ár síðan, það sem var verið að tala um svona öryggis, eitthvað svona fyrir þá sem var, ég get ekki séð hvað var þeim þá vinnu. Það var eitthvað, var ekki ná Kleppsspítala sem var? Nei, þetta var einhverstaðar, nú veit ekki að því ég var einhverju nefnd hvað maður má að segja, en hérna, nei, þetta var ekkert í tengslu, þetta var alveg að sér svæði það sem átt að búa til svona úrræði, sko. Veikir afbrotamenn kannski sem voru fangað? Nei, líka bara fólk sem er hættuð sjálfsögð og öðru. Nei, en þú sér það hérna sveitafjölun er að sligast undir að því oft þessi einstaklinga þurfa mikla mönnun og svona, þetta eru mjög dýr úrræði en það þarf líka að huga því að þau þurfa einhvers konar samleið, það er ekki einhvern veginn að taka þetta út, en það eru Reykjavíkurborg hefur reynt að gera heilmikið, sko. En þau eru að sligast undir og svo meina ríki þurfa að koma meira að. Þetta hefur ekki alveg tekist þetta með hvernig við skiptum á milli ríkis og sveitafélaga. Já, og milli sveitafélaga, en alveg eins og bara til þess með smáhýsin og útigangsfólki. Að það er svona liggur þungin á Reykjavíkurborg þó að þessi fólk annars staðar frá, sko. En ég þekki nú nokkra einstaklingar sem hafa komist í svona smáhýsi og líf þeirra hefur breyst alveg rosalega bara að eiga eitthvað sem er þeirra og hérna geta sko, ég meina, sumir get ekki nýtt sér neitt það sama hvað maður gerir en það er fullt af fólki sem er að nýta sér þetta, sko. Já, eins og líka gistiskýli, það er bara í Reykjavík en þeir koma annars staðar frá líka. Já, það er nú takmarkið þjónusta svona, eins og hefur komið fram þegar það eru svona kaldir vetradagar og þegar eru bara rekin út á kuttuna. En þegar mótmæltinu, það var ekki, ég heldur að það ná árangri með því að það var nú eitthvað sem hétt dagsetrið út á Granda en því var lokað. En nú er Samfjálp búin að taka við hluta þessu en þau náttúrulega þurfa líka að hafa svona eitthvað sem er einhver iðja sem þau geta skapað eitthvað lista smiðja og svona og líka það að geta, ég man til því að það var mjög skemmtilegt verkefni sem sé á í Nóri. Það hér dagsverkið, sko, en þá þarf þetta að breyta nálgununa því að þetta var í Bergen, sko, að þá var það sveitafélag, það var með ákveðna vinnu og þeir fyrstu 20-25 sem kom á morgnana, þeir fengu einhverja vinnu sem var 2-3 daga, 2-3 tíma og það var ekkert verið að athuga, sko, hvort þú var undir áhrifum eða ekki, bara þú getur útvart ákveði verk á fegstu borgað, en þeir þurfti ekki að gefa upp, þeir fengu bara peningana og auðvitað notuðu sumir það beint í fíknefni en sumir fannst þetta svo mikið og þetta breytti svo líður að þeir fóru að reyna að vakna til þess að fá vinnuna og svo kom löngunin til þess kannski að taka sig á, þannig að það var þarna einhver hluti, það þurfa að vera alls konar, það þurfa að vera bara mismunandi verkefni til þess að höfða til ólíkar hópa og sumt text og annað ekki en ekki að gefast upp og bara sopaðis undir teppi, sko. Þá getum við fengið, þá geta gerst. Svona einhvern hryllingur. Og ekki að vera, sko, en svo ég hef líka séð það svona fólk sem hefur brotið af sér og er að koma þar sem ég er svona daglega og eru mjög miklu fordómar gagnvart og þeir eru kannski búin að setja þessu dóm og svona og það fréttist eitthvað í dagblaði, það var í dagblaðinu í gamla dag og svona. Og ég finn alveg að það er svona ákveðin svona fordómið vilja ekki hafa viðkomandi nálægt sér og þá er ekki betra að viðkomandi sé hjá okkur þar sem maður getur verið með okkur að gera hluti og er í samfélagi manna heldur að sé einhvers þar að kotast inn í einhverju herbyggi og þá virkilega fer viðkomandi eitthvað að brjóta af sér af því þá er hann svo einn og afskiptur og þá kemur, þú veist það þurfa allir að hafa eitthvað að vera á daginn og tilheyra einhverju starra samhengi. Er samfélagið vont við fólk sem er öðruvísi? Sko, við erum komin á það stað að við ætlumst til að sérfræðingarnir sjá fólk sem okkur líkar ekki við eða öðruvísi eða haga sér einhvað skengilega. Við erum hætt. Þetta er ekki okkar ábyrgð lengur. Nei. Og í þessum, sko, bæði litlum samfélagum þá getur það verið kostur en það getur líka verið ókostur
ef einhver einangrast algjörlega í einhverju samfélag og enginn vill og hann finnur bara að enginn vill með hann hafa þannig og þetta er líka, ég meina stórfjölskyldu, það vantar, við þurfum aftur þessa stórfjölskyldu sem að skipti sér af, það sem að eru sko frændur sem eru kannski eða frængur, það var alltaf fundið einhver verkefni sem er ekki í dag og svo erum við mömmurnar náttúrulega, ég er ekki að segja að við erum að fara tilbaka en það er engin, það sem mömmurnar sáum áður, það er í rauninni enginn sem tók við því hlutverki, það er leikskólan og svona en það er ekki bara eitthvað á daginn, það er líka eftirmiddagen, það er líka á kvöldin og líka við megum ekki verða þreytt að við getum ekki skipt okkur af. Ég meina þeir sem eru að vinna mikið og í lægstu laununum, þeir hafa einhver orku til þess að kannski hjálpa einhverju barni sem er á einhver vandræðu og þarf að styðja eitthvað meira við heimanám og svona. Og jafnvel sko foreldrar sem eru í 2 eða 3 vinnum og sem koma heim bara seint á kvöldin. En þarna voru kannski einhver amma í einhverju horninu með sokkana og var með grjónagrautin og og kleinurnar. Þetta er Ég mæli fyrir því að við þurfum aftur að fara að hugsa að hanna, arkitekturnar þurfa að hanna svona hús sem að geta verið fleiri kynslóðir og líka þú veist fyrir þá sem að sko koma ellendis frá að maður eigi þú veist að maður getur líka verið amma einhvers þó að það sé ekki mann segi skilur við, því að við þurfum líka að þetta að vera hlutverkalaus og enginn hafi not fyrir mann er bara heilsu spillandi sko. Maður fær svo mikið út úr því að gefa eitthvað af sér og finna að maður skipti máli fyrir einhvern sko. Það er ekki endilega að fjölskylda. Nei, en svo það komið sko breytingarnar á síðust árum eins og út að það er krakkarnir þegar skólinn er búinn þá fara þau innan skólans og bíða eftir að mamma og pappi eru búin í vinnu en ekki þá til af og ömmu eða Nei, því þau eru líka að vinna núna. Já, þau eru það reyndar. Já, ekki allir, nei. Nei, ekki Nei, við erum svona, já. En en svo er náttúrulega líka að vera að tala um að sko, þetta verður mikið í símónum og samfélagsmiðlum að við erum hætt þessum tengslum. Já. Við ættum eiginlega bara, þú ætti bara að vera í svona einhverju textasamskiptum við mig, komum með spurningar og ég svo. Já. Þú veist, það er eitthvað sem gerist mann á milli sem að við sjáum ekki en hefur áhrif á sálina. Alveg eflaust sko. Já. En það er samt sem áður. Það er þetta ömurlega mál og það koma upp þetta er svo svakalega hart og svona menn eins og ég og svona allur almenningur horfir á það, hann átti að vera ennþá inni þegar hann gerði þetta í þessari nauðungavistun. Þegar þetta gerist þarna í Neskaupstað. Já, en verður þetta ekki aðtuga hvað klikkaði? Jú, væntanlega, en sko, gerðin er svo sama, sko. Já, en sjáðu hver svörin eru samt. Sem ég er ekkert viss að verði lausnin. Svörin eru, jú, við erum að reyna að gera eitthvað í málunum, við ætlum að gera þetta. Svörin eru, við erum alltaf fá leguplás. Ég er sammála þessu öllu, en ég veit að það verður ekki nóg. Nei. Ég veit að þú þarft að vinna á fleiri plönum. Þetta er auðveldasta svarið. Það verður ekki nóg, vegna þess að það kemur annað og það kemur annað. Og ef þú aldrei hugsa fyrirbyggjandi, þá bara mun það stækka. Og það verður líka að setja eitthvað fjármagn í forvarnir og það er bara örlítið prósenta en ég er alveg sammálaðir, það þarf að bregðast við þessum vanda fyrir þessa einstaklingar sem eru núna, sem við vitum að gætu af því það er eflaust fullt af fólki kannski ég held að sé ekki þetta eru kannski innan við Já, en sko það er við höfum talað um svona innviðaskuldina, vegakerfið okkur illa farið og annað eftir því og svo kemur þetta núna allt í höfuðið okkur að þarna vantar líka að við höfum vanrækt svolítið að byggja upp samfélagið. Við höfum haldið að við kemst upp með það. Já, og flýtur menn ekki sekkur hugsanáttur eitthvað svoleiðis. Það er náttúrulega ekki nógu gott.
Nei, en nú erum við að bera okkur saman við aðra þjóðir Já. að það sé svo mörg rými þarna. Þau eru samt líka, lendi í vandræðum. Þó að þau sem er miklu fleiri rými og eru kannski með svona öryggisdeildir. Þeir eru líka, það er líka svona alls konar samfélagsvandamál sem og kemur upp svona atriði sem eru hörmuleg, sko. Já. En hvað vilt að ég segi? Já, ég er sammála þér að það þurfi að gera. Já, við erum öll sammála því, held ég. En við eigum við að finna einhverja sökudólka og hengi einhver upp á torgum, ég meina. Nei. Já, en ok, við höfum innviða skuldir. Við erum að laga það sem miður hefur farið. Já, en nú ef við ekki að gefa þessu fólki séns núna sem að er með mjög góð og háleit markmið. Jú, og vonum bara þeim takist vel til. Já, ég vona það svo sannarlega, en ég líka vil gefa þeim séns. Nú erum við búin að kjósa og nú erum við 4 ár. Já. Ég vona það haldist, sumir vilja það haldist ekki, ég vona það haldist. Já. Nei, en þá er þeir mikið færri. Það eru 70% stuðningu í ríkisstjórnina, þannig að eins og ævinlega í upphafi. En venjulegast komast þeir aldrei að sem ég kýs bara svo það sér. En þegar við erum búin að kjósa, þá á maður að fylgjast á bak við það, sama hvaða lið það er. Jú, mikil okkur. Já. Og nei, en segðu mig frá Geðhjálp. Eru þið með marga skjólstæðingar? Eru göngudeild eða hvernig? Nei, við erum ekki að reka neitt. Við erum ekki að reka neitt þjónustu. Við erum hagsmunasamtök og við erum að reyna að benda á það sem betum að fara. En það var settu til dæmis svona sjóður, geðheilbrigðissjóður, þar sem við erum að styrkja verkefni sem reyndar það er alveg, Geðhjálp leggur fjármagn í það, en það er alveg sjálfstætt. Það sem við erum að reyna að styðja við svona nýsköpun. Það sem er kannski verið að nota meira svona skapandi iðju, það sem er verið að vinna með styrkleika fólks, koma á fót fleiri jafningum, það sem að fólk getur nýtt reynslu sína og getur fengið störf við það. Þú veist, að því að það er fullt af fólki þarna úti sem hefur kannski mjög ungt lent í einhverjum svona geðræðamerfileikum og hefur ekki klárað nám og heldur bara það mun aldrei fá neitt eina vinnu sem að henda þeim. Svo allt í einu uppgötu að ég get notað reynslu mína öðrum til góðs og þá fá þeir von og þetta er nám sem byggjast af því að það er þeirra reynsla og þeirra áherslu sem fá að njóta sín og það er oft ekki alveg í takt við hefðbundið en við þurfum líka hefðbundum þjónustu að halda bara svo það sé sagt. Við erum ekki að kasta öll út en við viljum að það sé öflug hópur sem að fá að starfa saman og að þau sé alveg á sama plani, skilur og við höfum líka verið að berast fyrir því að koma á svona við köllum það skjólshúsi algjörlega rekið af fólki með reynslu. Já. Ég ætla ekki að segja göngudeild á en ég ætla að vera kaffistofa eða eitthvað sem fólk Nei, við hættum því. Það var svona félagsmiðstöð það var á Tungutunni en svo var ákveðið að við myndum bara reyna að fara í svona mannréttinda baráttu og værum ekki að eyða orkunni í að því nú eru líka komnir fullt af stöðum. Það eru margir staðir í bænum þar sem fólk getur fengið félagslegt og kaffisópa og svona. Ég bara kom eins og í heimsókn á Tungutuna Já, það var mjög yndislegt hús, það er ekki að þið sendir á Indverið eða eitthvað svona núna. Jú, ekki. En það hús var geðhjálp á þessum tíma, það var einhver ekkja sem gaf, en það var orðið svo dýrt í viðhaldi að það vildum ekki eyða peningunum í að reka hús, vildum frekar eyða peningunum í að koma á góðum verkefnum. Og átti Geðhjálp allt húsið? Já, það var allt húsi. Og það hefur, stór hluta því hefur unnið í hennan sjóð sem er úthlutað á hverju ári og svo náttúrulega það er hægt að fá ókeypis ráðgjöf þannig að það er ráðgjöf þarna sem að þú getur leita til svona til að finna út eða þú ert ekki alveg búin að átta það á hvað er hann úti, hvað er hægt að leita til og svo náttúrulega hefur við núna með G-vitaminið hvað þið getur gert á hverjum degi sem að til að hafa áhrif á geðir svona svo vorum við geðlest sem fórum út all land og vorum að tala geðheilbrigði fyrir 2 árum fórum við alla grunnskóla þannig að nú töluðum við sveitarstjórnarmenn og hafðum fundi fyrir almenning og hafðum svona tónlistaratriði og bara líka skemmtilegt og svona að minna það að það er margt jákvætt sem að þarf að hlúa að En við höfum líka lagt áherslu á það að það verður byggðin í geðdeild og það hafa farið, við fórum það
þá var farið til að skoða geðdeildir í Danmörku og held í Skotlandi einhvers staðar sem við fórum þarna nokkur til þess að þannig að við styðjum það, við viljum það líka en við erum mjög upptekin af þessar líka hugmyndafræði að á sama tíma verður val hugmyndafræði að við erum ekki öll eins og við viljum leggja áherslu á þessa reynslu hvað hún skiptir miklu máli. Já. Því miður margir sem að finnst ekki að þó þau komast inn á geðdeild og þá eru svo mikla væntingar hjálp og svo kannski bara enginn sem tala við það og það er kannski eina sem það eru lyf, nokkuð viðtöl, kannski ekki einu sinni viðtöl og þannig að það er svona, fólk er ekki ánægt, en svo líka fullt af fólki sem ánægt sko. En við viljum líka hlúa þeim sem ekki ánægðir. En náttúrulega eflaust fullt af fólki sem á við gerna vandamálastrið, ekki sjúkt eitthvað að það nær að lifa ágætu lífi. Já, elskan. Er það ekki? Jú, þetta er engin dauðadómur. Nei. Og þú getur til eins og svo það sem talað svona alvarlegast eða þú svona skynjar heiminn og annan hátt, það talað að þú getur verið geðrofi, en geðrof þarf ekki bara að vera eitthvað sem neikvætt og þú haldir að það sé einhver eftir, heldur líka bara þú skynjir heiminn og annan hátt, að þetta margir lifa með þessu og það þarf í rauninni ekkert að meðhöndla þetta. Það ef við erum hrædd við þetta eða aðstandendur. Það er náttúrulega áhugavert að það var ein kona sem var búin að ganga dálítið lengi til geðlæknis og hún var með svona heyrðiraddir og skynjaði hlutina annað hátt og hún segi, þú ert alltaf að spurja mig hvort ég heyri þetta og þetta. Af hverju talar ekki við einhvern í ættinu minni, þetta meira á minni í ættinu minni og ég eina manneskjan sem meðhöndlu hjá geðlækni og honum fannst þetta alltaf áhugavert að því hann hélt að allir væri sjúkir, þetta er alltaf langt síðan, kannski 30 ára eitthvað svoleiðis. Þannig að hann kallaði til og hafði stóða ráðstefnu í Hollandi, fólk sem heyrði raddir eða skynja hann átt og reyndir svo að fekk svo stóra hluta af þessum hópi til að rannsaka og þetta var oft sem að byrjaði svona, var við einhver áföll í æsku og ef þið voru send til meðferða, það var ef þau sjálfur hrædd við þær upplifanir eða aðstandendur, en margir urðu ekki hræddir við þetta og þetta var bara hluta af þeirra persónuleika. Þannig að það er hægt að vinna og starfa við þetta og þarf ekkert endilega meðhöndla og margir sem eru að fá meðhöndlun með lífum eins og með raddir svona, heyra það raddir og svona. Þeir fara ekkert endilega, en það þarf kannski, við erum svona mismunandi, sko, við fæðust öll með ákveðin útbúnað og sumum okkar eru viðkvæmari aðrir og þola minni streitu og þurfa kannski meiri stuðning. Þetta er svo kannski lítið blóm sem við þurfa kannski skoða jarðveginn og rakan og ljósið. Og það er enginn sem að fyrir að reyna að laga eitthvað blóm á þess að huga umhverfinu. Skilur við? En við erum nákvæmlega eins. En við erum samt búin að búa til einhverja meðferðir þar sem við tökum bara blómið og ætlum að reyna að hrista í það lífi á þess að hlúa umhverfinu. Sem vonlaust. Sem er vonlaust að vera. Já, eins og gullfiskurinn, þú skiptur vatn. Ef hann er eitthvað slappur. Heyrðu, en við skulum segja þetta gott. Ég þakka mikið fyrir komuna. Já, ekki máli. Elín Ebba Ásmundsdóttir. Og eins og ég gat hérna upp að þá ætla ég ekki að lesa hvað er næst á dagskránni, ég man það ekki en það veldur örugglega ekki vonbrigðum en ég þakka fyrir mig að sinni.
Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Við erum hérna Reiti og Gaza. Nú komin svolítið tími síðan að við komum saman hérna síðast. Ég heiti Mari Lilja og hjá mér eru þau Sigtryggur ljósmyndari og Magga Stína Blöndal. Hæ. Tónlistakona og aktivisti, þið bæði auðvitað. Komið hérna, hafi verið virki í þessari Palestínuhreyfingu hér á Íslandi og við hérna höfum nú fengið ykkur nokkur sinnum áður að borði. Tilefni þess að ég kallaði ykkur til voru ummæli Trump meðal annars í gær þar sem hann talar að flytja burtu fólk, Palestínu fólk frá Gaza og einhvern veginn svona koma þeim upp á nágrannalöndin og byggja þarna eitthvað svona resort eða eitthvað svona fíneris strand atriði væntanlega fyrir ríka Ísrael og Bandaríkjamenn Netanyahu hann allavega tók óbúslega vel í þetta og samkvæmt því sem ég sá í dag þá hann farin að undirbúa þessar brottfararsveitir eins og hann kallaði þær sem hefur einhvern veginn svona mjög svona óhugnulegan hljóm, brottfararsveitir, þetta hljóma svolítið eins og stormsveitir. Þetta er heimferðarþjónusta. Já, einmitt, eins og heimferðarþjónustan ríkislögreglustjóra. Þið eru væntanlega búin að fylgjast með þessu. Hvað er að gerast hérna? Já, náttúrulega Trump segir alltaf frá því sem gerist í síðasta partíi, Það er svona hans háttur á svona framsetningu þegar hann talar og hann er ofta hann segir uppátt það sem aðrir hugsa en þú ekki að segja og þetta er svona þetta var nú svona náð einhver svona súrrealískum hæðum ef það er hægt að tala súrrealískar hæðir hvað hann varðar og samt auðvitað svona kannski veruleikin sem að heimurinn, vestræna heimur horfist í augu við núna er að það er ég veit ekki það er einhver svona hvað maður segja svona ignorant fasismi sem að spurningin er eiginlega svona ignorant fasismi sem hann presenterar sem að er framsettur með þessum hætti svona eins og hann sé þú veist hann er svona eins og sé oft í svona rjómakakuleik þú veist eitthvað, ég veit ekki eins og hverju og þetta var sem sagt hann hafði boðið stríðsklæpamanninum og þjóðamorðingjanum Netanyahu sem held í daglegu tali sé nú kallaður Satanyahu hann hafði boðið hann við morgunverð en viðkomandi er eftirlýstur af alþjóðaglæpadómstólnum fyrir stríðsklæpi og glæpi gegn mannkyni en Trump vildi bjóða hann í morgunmat og gerir það og þetta hann var svona segja frá því sem hefði svona borið svona helsta góma yfir morgunmatnum og það var sagt að honum finnst bara þrælsnið og losa bara einhvern veginn gasaræði við það væri hvort það væri ekkert að sækja skilur þú veist það er bara búið að sprengja það er bara allt í rúst á svæðinu og hann hafði frétt það með þessa Trump að það væri allt í rúst og hann talar, það er áhugavert eitt í máli Trumps að hann talar 1,5 milljón gasabúa sem er eiginlega athyglisverðast af þessu öllu saman Akkurat þar að því að hann alltaf fer svolítið fallit á því að hann fær auðvitað upplýsingar og upplýsingarna sem hann fær það hrynja út úr mununum á honum þannig að við getum í raun og veru þú veist það er allavega það voru 2,5 allavega sem byggu á Gazasvæðinu í 7. október það má allavega leiða því líkum að hann hefði haft þær upplýsingar það sé ekki fleiri en 1,5 milljón eftir á Gaza hvað segir það okkur? Já, þessar tölur hafa náttúrulega verið aðeins á flökti svona síðustu daga Trump hefur bæði sagt hann sagði nú fyrir svona viku eða 10 dögum þá talaði hann 1,5 milljón núna 800.000 held ég eitthvað slags og þú veist og ef að fjöldi Palestínufólks á Gaza var 2,3 milljónir segjum það þá er þetta bara þessi einfalda stærðfræði þá heyrist okkur þetta
að Trump og Netanyahu viti að það sé búið að þurrka yfirborðið jarðar allavega 500.000 sko. Kannski 800.000. Sennilega meira, sennilega 800.000 eða einhvers þar að þessu bili. Og það rýmar við útreikninga Lancet sko, sem þeir gáfu út einhverju tölur í september. Já, alþjóðlega læknaritið mjög virst. Já, sem svona einmitt mjög konservatíft og eitthvað virt læknatímarit sem að spáði því, sko, spáði eiginlega fyrir það að það yrði í kringum 1 milljón og eftir áramót, sko. Þetta forvindilegt með Trump, sko, hann náttúrulega og var í sjálfu sér fyrir sjánlegt að hann lætur þannig að það þarf alveg sífellt að vera að skoða og hlusta á vitleysunna sem stendur upp úr honum, sko, og það mjög erfitt að átta sig á því stundum hvað meinar hann og hvenær hann að segja bara tóma vitleysu, og þetta sumtaði sér svona virðist vera einhver svona leikur með afvegaleiðingu segja bara nógu mikið af einhverju dæmalösu steypu, sko, og halda fólki uppteknu við það, og meðan að maður að framkvæma eitthvað hræðilegt einhverstaðar annar staðar sem fer undir radar. Hann hefur alveg hegðað sér svona áður, og en ég tók eftir því þegar hann flutti þessa ræðu að hann virtist vera að lesa af blaði, sko. Og að minnstu kosti svona með fyrstu setningarnar þegar hann var að tala þetta, og auðvitað það þannig oft með svona fólk, oftast held ég að ræður eru skrifaðar fyrir þau, sko. Það mjög algengt. Mér sýndist það þegar að stóða hann í pontunni og við gerum bara ráð fyrir því og og svo var svona fór hann svona einhvern veginn vilt sem fara hans út úr skrifuðum texta þegar hann var að tala svona eins og þetta væri af einhverju mannúðar ástæðum sem hann vildi moka fólki út úr Gaza, af því það væri bara svo hræðilegt að vera þarna og þetta væri gott fyrir þau að komast út og búa á einhverjum betri stað sem betri fyrir þau. Þannig að það væri svona sérlega ógeðfellt, sko, þegar að Bandaríkin hafa fjármagnað þetta þjóðumorð. Já, sko. Netanyahu náttúrulega satt við hliðina á honum og Bandaríkin hafa fjármagnað þetta og Netanyahu síðan framkvæmdin á þessu og þetta alltaf verið jafnað í jörðu og 500.000 manns drepin og eitthvað svona og síðan fara þeir í þetta bara af náungakærleik að reka fólk í burt, það ekki? Jú. Eða það var svona eins og þetta var kynnilegt. Að hreinsa svæðið, sko, af þessum hræðum sem eftir yfir, sko. Og þá þessari ábyrgð í rauninni á þessari miklu eyðileggingu og þessum terror sem þarna hefur farið fram svona á nágranna löndin. Þetta verður ekki ógeðslega. Dystopían, sko, hún næri ekki, hún sko, ég ætla ekki að fara að segja að, sko, hún ná ekki, sko, ná ekki lengra en þess að þú veist, það náttúrulega algjörlega hefur, sko, mann hefur þrotið allt ímyndunarafl, sko, þú veist, sko, hvað varðar satískar kendir þessa fólk, sko. Þannig að En hver staðan á Gaza núna? Nú eru þið í sambandi við einhverja einstaklinga þarna á svæðinu. Nú þetta mikil eyðileggingi en það hefur eitthvað komist inn í þessu vopnahlé skildi kalla af bara svona vistum og sjúkragögnum en maður tekur nú eftir því að það ennþá svona sterkt kall eftir bara fjárhagsstuðningi og bara aðstoð almennt. Já, sko, það er bara hluti af, sko, hjálparkunum sem kemst í, það sko, matur hefur komist inn sko, en fólk auðvitað að snúa heim og þar mætir sko, fólki sem sagt rústir einar og sko, já, svona vægt til orðatekið það er svona myndir sem maður sér skilur þú veist að það er ekkert vatn, það er ekkert rafmagn þannig að sko ég hef til dæmis heyrt fólk sem hefur þurft að snúa af, sko hefur snúið tilbaka hendi sín en hefur þurft að snúa sagt, aftur í tjaldi vegna þess að það er ekki fólk fær ekki stuðning til að taka til þess að hafa maður verið í tjaldi fyrir sunnan í einhver tíma og taka fram að þetta er sko alveg ofboðslega
oft talað það hvað þetta lítið svæði en gangandi, ég meina, þú veist, fer maður ekki kannski 12 kílómetra með tjald á bakinu ef maður kannski 70 kona, þú veist, með skiluru vatn eða þú veist, tjald og þú veist, eitthvað svo leið, sko. Þannig að fólk hefur í sumum tilfellum þurft að snúa tilbaka í það tjald sem það dvaldist í kannski áður, hefur búið að veljast núna í alla þessa mánuði, sko. Eða skilur, þú veist, þá menni með öllu því að vera, sko, rekið eins og, skilur, þú veist, ég veit ekki eins og hvað, fram og tilbaka, svikið allt eyðilagt, allt tekið af því, það verður fyrir, sko, botlaus og ofbeldi hvar sem það kemur, af þessum sadistum, sko. Já, þetta hefur náttúrulega sko, eins og við höfum séð sem höfum bara fylgjumst með ekki verið neitt raunverulegt vopnahlé. Það hefur kannski minnkað aðeins sprengjuregniðinn á Gaza en það er náttúrulega bara verið gefið í á Vesturbakkanum og meðan. 28.000 á seinustu 2 vikum. Akkurat, sko. Á Vesturbakkanum. Já, sem að hafa sko verið bara, þú veist, rekin og heimilið er eyðilögð og drepið. Þetta er einmitt fyrir hann, hvað heitir hann ekki, Kústner, Tengdason Trump, já. Mér finnst líka, sko, ég er aðeins í sambandi við fólkin á Gaza og auðvitað hafði fólki þarna mjög svona það var talsverð eftirvænting eftir þessu vopnahlé og ég bara get mjög vel skilið það á sama tíma og mjög mikil fögnuður þegar þetta byrjaði og þau fengu þarna minnst okkur svona einhvers konar hugmyndafræðilegt leyfi til þess að fara norður og skoða heimili sín og það var mikilvæg eftirvæntinga eftir því og ég held að mörg þeirra mér heyrist að mörg þeirra hafi verið alveg meðvituð að heimilin þeirra væri ekki endilega til lengur og kona sem ég talaði við sem að er bara með þá hugmynd að hún geti farið og fundið lík mannsins síns það er eina sem hún ætlar sér með því að fara á Norður-Gaza en síðan þessi vonbrigði auðvitað alveg feiknarlega líka og mjög mikil örvænting sem fylgir því að koma norður og sjá alla eyðilegginguna átta sig á því að það verður ekkert lík fundið þarna neinstaðar og þetta eru kannski einhverja byrðir farnar að berast þarna inn en matarverðið er ennþá alveg gríðarlega hátt og það er verið, þetta er náttúrulega kannski eitthvað misjamt en þú veist, þetta eggjabakkin er að kosta $100 og eitthvað svona og þetta er bara erfitt og það var vont veður víðar en í Reykjavík sko, í síðustu nótt, það var vont veður á Gaza líka í síðustu nótt, mikið rók og það tjöld fjallu og niðurringd tjöld sem fjallu, þið veitir, fólk með börn í tjöldum, búið að vera mánuðum saman og þetta er bara þetta er ekki auðvelt, þetta er mjög sárt og mikið vonbrigði og mjög erfitt líf sko. En á sama tíma sko náttúrulega þú veist, er engum vafa undirorpið sko hvað liggur fyrir hjá Palestínu, hjá fólki sem er að snúa heim það er engum vafa undirorpið það er ekki fararsnið á þeim það er ekki, þú veist, það er bara endurbygging og hún verður auðvitað bara aðdánaverðari sko fyrir þess sakir að það sko þú veist, það er ekkert sem stöðvar það, ekki neitt sko, ekki einu sinni morgunverðarborð sko með stríðsklæpamanni þú veist og einmitt talandi einmitt stríðsklæpamannin og Trump vinans hvernig finnst ykkur íslensku stjórnvöldin nú er þetta ný stjórn og Alþingi komið saman og allt þetta nýr utanríkisráðherra forsætisráðherra hafa staðið sig í að bregðast við kalli almennings og nú ég segi almennings vegna þess að það hefur verið gerða kannanir á afstöðu almennings til málefna Palestínu þar sem að 75% með minnir hafi verið með Palestínu alla leið hvernig finnst ykkur þetta fólk hafa staðið sig í að fordæma til dæmis þessi ummæli Trump það hafa ekki borist fregnir af fordæmingu frá íslensku stjórnvöldum og ég skrifaði með tölvupóst til allra þingmanna í gær og það sem ég
Það var gott hjá þér, Kristína. Ég var nefnilega hvers eðlis var þessi tölvupóstur? Þar bara fór ég yfir þetta morgunverðarbóð og niðurstöður þess og líka fordæmingu af því að þú veist, það hafa náttúrulega bara staðið fordæmingar frá Arabaríkjum, frá meira svo Þýskalandi, Frakklandi, þú veist, Írlandi, ég meina, þú veist, þetta náttúrulega bara, fólk auðvitað bara á ekki orð, en reynir svona að hósta upp úr sér fordæmingunni og ég var bara veltaði fyrir mig hvenær við mættum vænta þess að fordæmingarhóstin hreykju upp úr íslensku ríkisstjórninni og svona var að hvetja þetta var svona átt að vera hvetjandi fyrir þú sérstaklega ekki nýkjörna þingmenn til þess að svona það virðist vera eitthvað hann inn í þinghúsinu sem ég vildi svona reyna að grípa í taumana hann með nýkjörna þingmenn áður þeir flektust á mikið inn í þennan deyfingarsjúkdóm sem að Ég held að já, ég var ég las þennan tölvupóstinn þarna á einhverju spjallræði áðan og búinn að vera fullur ég veit ekki alveg hvað að kalla það svona Ég hef ekki búið mikla von í brjósti gagnvart stjórnmálafólki núna síðustu dag og ég hef verið svona þeirra skoðunar að við eigum helst það sé bara vitleysa að vera eða orku í þau það sé ekki eftir neina slægjast í stjórnmálum eins og þau eru sett upp og ég las hennan tölvupósti yfir og ég sagði mér það er hún Magga Stína dugleg, þetta er gott hjá henni en þetta skiptir engu máli en þá benti hann Árni minn mér á það ég var í einhverju svona tuði í dag og hann sagði þetta er ekki alveg það sama væntingar og kröfur svo það er ekki þú þarft það er ekkert að fara fram á það að þú hafir miklar væntingar til þeirra en þú getur gert kröfur til þeirra og við eigum að gera kröfur til þeirra og það er alveg rétt. Það er náttúrulega, þau eru til þjónustu hlutverki og það, þú veist, og þegar maður nennir að skrifa það þú veist, þú ert í ábyrgðar og þjónustu hlutverki þannig að það er kannski allt í lagi kannski þó að maður sé vondöfur og þá er kannski full ástæða til þess að gera bara skýrar kröfur til stjórnmálafólks en það er náttúrulega ekki teist frá þeim þetta og það er svona, þetta er ekkit vinsælt mál að tala hér og kannski ég veit það ekki hefur ekki verið það lítið heyrðu frá síðustu ríkisstjórnanna svona einhver svona meðvirknishjal með Ísrael og Bandaríkjunum Já, ég meina þau er bara beinir stuðningsmenn og talandi meðvirknishjal með Ísrael og Bandaríkjunum þá er nú einn flokksbundinn kollegi minn Stefán Einar, hann var í broadcastinu ég sá klippu úr þessu á Facebook hjá Frosta í dag þar sem að það kemur til tals þessi hugmynd Trump og hann ræðir hann tekur svona svolítið í sama streng og nú ætlum ég að fá að sjá myndband og byrja ykkur að fylgjast með einnig Þetta hafa menn verið að velta sig hvort það sé hægt að koma upp einhvers konar samfélag nýju á Gazasvæðinu undir friðargæsluliði Ísraelarnir segja að við verðum að hafa viðbúnað þarna til þess að geta stöðvað mögulegar árásir frá þessum hendaverkamönnum. Auðvitað velti maður fyrir sér með Egyptaland, Jórdaníu, Sýrland nú ekki aðstöðu til þess sem stendur. Hvað á að gera? Flest af þessu fólki gæti búið sér betra líf á komandi árum með því að færa sig yfir til þessar landa en vandinn bara að sjá að þessi ríki vilja ekki taka á móti. Egyptar, Jórdaní vilja bara ekki fá þetta fólk inn fyrir sín landamæri. Kannski verður þetta semja við þessi ríki að taka við greiðslum við að taka á móti þessu fólki. Það allavega ekki að neina að hverfa á Gazasvæðinu og maður spyr sér líka ætlar þetta fólk að bjóða sjálfur sér upp á það að lenda enn einu sinni undir stjórnarherrum, hryðjuverkamönnum sem að hafa það sem æðsta markmið þeir hafa æðra markmið í því að drepa gyðinga heldur en að halda lífinu í börnunum sínum. Hvers konar og Golda Meir sagði, hún var spurð, hvenær mun nást friður fyrir botni Miðjarðarhafs? Og hún sagði, það mun gerast þegar þessir menn munu elska börnin sín meira heldur en þeir hata okkur. Já, þetta var áhugaverst og við þökkum þetta Frosta á broadcastinu fyrir að senda okkur þetta myndbrot. Segðu mér hvað
Já, ég veit eiginlega bara ekkert hvað ég að segja. Þetta var svolítið svakalegt. Já, hann náttúrulega eiginlega bara resitera upp nokkurn veginn sem Trump hugleiðingar Bandaríkjaforseta frá í gær, eða ekki? Það svona sirka bát. Jú. Og hérna... Á sinn heimskulega hátt. Já, þetta náttúrulega sjónamið sem að það greinilega eitthvað fólk sem aðhyllist þetta. Einn allavega. Já, ég veit ekki hvort að hann á vinn, sko. Örugglega fleiri. En hérna... Ég varst annað. En sko... Þetta svona það sem ég myndi segja... Hversu raunhæft þetta líka? Nei, þetta bara, þú veist, þetta náttúrulega bara sko, hann talar að svona alltaf yfirgengilegri heimsku. Þetta maður sem hefur ekki kynnt sér nokkuð skapaðan hlut nokkuð skapaðan hlut. Getur við tekið þetta aðeins í sundur, hann talar hérna og hann talar alltaf þetta fólk. Hann talar þetta fólks hryðjuverka. Já, hann talar að það verði að fá eitthvað skonar friðagæslu sveit til þess að sinna þarna eftirliti. Þetta svo óferjandi fólk. Það hefur ekki tekist að koma inn friðagæslu liði sko til Palestínu fram að þessu. Ég veit ekki hvað hann sjálfur þá að ringja í friðagæslu sveitir eða ég meina þetta bara alltaf þvættingur í honum sko, því hann alltaf mjög ógeðfelldur það mín skoðun, afskaplega ógeðfelldur maður með ógeðfelldar skoðanir svo vægt sér til orða tekið og þarna náttúrulega bara undirstrikar hann allt svona það viðurstyggilegasta sem að sko eitt fasisti getur undirstrikað í raun og veru sko. Hann talar þetta að senda þau hérna í nágranna ríkin ef þau vildu gott líf, segir hann, þá myndu þau nú bara pakka saman og færa sig. Ég mæli með því að hann sko flytji og Raufarhöfn bara strax í fyrramálið sko. Stefán Einar þar segir sko ef hann vill gott líf sko, ég meina, þetta er bara, þú veist, þetta er bara þvættingur, þú talar bara ekkert svona fólk og þú veist, ef þú kannt mannasiði þá talar ekki svona þú veist, það er bara þannig og ég finn hvað ég var miklu æstari sko, að ég meina, Trump er bara þú veist, hann er í raun og veru ekki sko, fyrstillir ekki sko í svona sé hann ekki kannski eins og hann er bara svona appelsínugulur og litin og ég veit ekki hvað hann er með hárkolli hvað hann er til, sko, hann er kannski Stefán Einar er svolítið, hann stendur okkur svolítið nærri, hann er samlanda okkar og það er alltaf bara óhugulegt að fylgjast með samlanda sínum, tala með þessum hætti, þetta er einhvern veginn svona það sem að við vorum búin að eigna kannski vonduköllunum í útlöndum. Þetta er samt býsna forvitnilegt líka vegna þess að hérna hann náttúrulega að það getur vel verið að hann hafi þessa skoðun en hann er auðvitað svona kópírað þetta upp eftir einhverju sem sagt hefur verið annars staðar í veröldinni og hérna það sem er sko það sem að þorrin af öllu því sem sagt er þarna hljómar mjög svona fráleitt ólöglegt, illframkvæmanlegt eitthvað svoleiðis sko, eitthvað með bóin en það sem er hræðilegt við það er hins vegar það að það er mjög ófyrirsjánlegt hvað til dæmis Trump og Netanyahu gera hversu langt þeir ganga í þessu hvort þeir fara og framkvæma þetta alveg og hvernig meðvirkni veraldarinnar verður með þeirri framkvæmd og hvernig við bregðumst við því og þá er eiginlega alveg sama Stefán er peð og skiptir ekki máli hann er bara að halda einhverju skoðun á lofti en hérna og skildum ættum kannski ekki að dvelja alltaf lengi við hann í þessu samhengi sko. Þú veist, bara hlægilegt sko. Já, en það er sko, ég finna þetta þetta linnulösa dráp sem hefur á sér staðan á Gaza og þessi áratugarlönga kúun á þessari þjóð og kúunin sem fer fram núna á frumbyggjum í Bandaríkjunum sem eru verið að reka yfir einhver landamæri í hand- og fótjárnum í hérna herflutningavélum. Þetta er allt saman einhver raunveruleiki sem að fólk átti bágt með að sjá fyrir sér fyrir skömmu síðan. Þannig að ég held að maður ætti að hafa varan á sér aðeins með þessar hugmyndir og þegar er búið að normalisera þær og tala mikið um þær. Já, en þetta er nú ákveðin normalisering þegar þetta, ég meina broadcastið er nú bara eitt af þessum vinsalu hlaðvarpsveitum eða veitum, segir maður það. Þessi þáttur Frosta er hann fer víða, hann er pikkaður upp á fjölmiðlum víða og við endurtökum hann hér. Já, og í bland við það komið einhvern veginn svona í meginströminn og það er það sem er svo hættulegt sko. Já, og það er náttúrulega, þú veist, og svona sko, sem sagt í þessari uppskrift þar sem að til dæmis svona
við erum að tala þú veist, RÚV og þessar meginströms þú veist, umræðu sem að sko einkennist bæða þöggun og lígimáli sko þú veist að þá skilja alveg hvað þú ert að tala þegar þetta sko, þegar þú segir þetta sé hættulegt en þess að það þetta bara fullt af fólki sem að bara hlustar á eitthvað og hann eitthvað nafn sem það heyrir oft og líka, en endurtaka líka bara þetta hatur, sko, þetta óbúrslega ljóta hatur, þetta að Palestínu fólk elskar ekki börnin sín og þessi hryðjuverkafólk. Það sem fer svona mest fyrir brjóstu á manni, sko, því það svo ógæðslegt að hlusta á þetta. Þeir elski meira að drepa gyðinga heldur en þeir elska að halda börnunum sína líf og maður spyr sig hvort þessi maður hafi nokkuð tíman hitt. Ég ekki viss að þessi maður hafi nokkuð tíman farið til útlanda, sko, bara aldrei á ævi sinni, sko, bara aldrei. Já, hann hefur verið boðið til Ísrael. Já, ok, það flott. En sko, ég meina svona, það bara einhvern veginn, ég veit ekki, ég segi svo þú, sko, hvað maður að dvelja, sko, við heimsku hjal fasista, það svona alltaf spurning hvort að, þú veist, þetta er tvíegja, sko, hvort að maður sé að gefa þessu byr, eða... Já, að því að... maður verður samt einhvern veginn að hafa andar á sig líka því að það mikið, þið vitið að ég meina allir þessi bara rasismi og þetta sem að þetta undirliggjandi tíðarandi eða þjóðfélags ástandi eða eitthvað sem að gerir það mögulegt að implementera fasisma bara út víða veröld á einhver stundu og það einhver staðar svona normalisering á fjandanum öllum af hugtökum og viðhorfum og gildismati og öllu þessu sem að til dæmis bara við sjáum, þið veitir að ég meina brúnmorðingi terroristi og hvítur morðingi hann með einhverja geðröskun eða eitthvað svona og þetta klassíst þetta svona bara búið að mála upp veröldina og þetta bara aftur og aftur og aftur og það ekki tiltökum mál í Bandaríkjunum þegar verið að skjóta börn í skólum það bara, við heyrum ekki einu svona fréttir að því. Nei. Ég meina... Sko, en einhver morðingi þar og ef hann hvítur þá það örugglega bara allt í lagi. Ef hann brúð, þá hann terroristi, sko. Já. Það af því að þú minnist á, þetta auðvitað þessi hvítu fjöldamorðingjar sem hafa verið að skjóta fólk núna síðast í fyrradag í Svíþjóð. Þetta hvítir kallar sem aðhyllast ákveðna hugmyndafræði og þessa sömu hugmyndafræði og við sjáum að ákveðin öfl hafa verið að flytja hér inn í stóru stíl, bara meðal annars frá Svíþjóð og Norðurlöndunum. Haldið þið, óttist þið ekki að þetta við séum bara komin með okkar eigin incel-kultúr í ykkur svona myrk kjallaraskot og ég meina að það verði bara kannski ekkert voðalega langt í hryðjuverkaárás af völdum. Ég segi, við veitum þá alveg hverjum við megum þakka það er bara Stefán Einari verður þá þakka kærlega fyrir það, sko. Þú veist, en þess að það ekkert það einhver blöðum það að fletta, sko, þú veist, við erum ekkert undanskilir, sko, þeim, áhrifum sem að þessi kultúr, leiðir af. Þið veitir, þetta náttúrulega bara þessi tvískipting, þessi dualismi og þetta sem við kalla polarisering, skautun eða hvaðina og hafa verið skrifað að lærða ritgerðum og skýrslu fyrir lögreglun og allan fjandan um þetta, það sem að þetta talin eina ástæðan fyrir því þegar ætla mætti að sé aukin hægt á hryðjuverkum í samfélagi og við höfum alveg hér verið kölluð stuðningsmenn hryðjuverkafólks og eitthvað. Ég ennþá kærð fyrir hryðjuverk. Ég var ekki bara Stefán Einar í podcastinu sínu eitthvað útrúðu okkur fyrir einhverju jólaföndri fyrir að vera einhverju hryðjuverkamenn. Það var eitthvað svona. Þetta sem þannig að það búið að skipta samfélaginu upp í allan að 2 hópa ekki fleiri, sko, og en grundvallar megin stefi þar það að annar hópurinn segir að við séum terroristar og við segjum að þetta allt eitthvað rell og röfl sem að heldur okkur náttúrulega sundruðum og við heldur óbreyttu ástandi. Einhvern veginn svoleið, sko. Já, og svona einhvern veginn, þá verðist svona fasismin, hann hefur átt greiða leið, sko, líka vegna þess að deyfingin mikil, þú veist, deyfingin í samfélaginu mikil, þú veist, það ég meina helstu, sko, svona
þú veist, fólk deift bara, skilur, þú veist, á frjáls aðgangur að, skilur, áfengi, klámi, þú veist, alveg sama hvað nefnir það, sko, þú veist, og deyfingin alger, sko, og þú veist, og allt í þáu gróðahygjunar og græðginnar og kapitalismans, sko. Þetta svona, ef þú gefði hringleikahús, þá og gerði það ekki uppreist. Akkurat. Og þannig að, þú veist, þetta allt svona, ég hugsa kannski, nú allar svona, þú veist, það maður bara þóra að fara út í það, sko, en þetta til dæmis, þetta múslima hatur, sko, þú veist, það náttúrulega, ég segi, Íslam, hann auðvitað storkar kapitalismanum, skilur, á öllum sviðum. Það í rauninni ekki Jesú Kristur að gera líka. Já, og Jesú Kristur gerir það líka, en það enginn að ganga, sko, götu Jesú Krist sér síst á öllu Stefán Einar, sko. Það alveg ljóst. Já, vel þótt hans í Guðfræðingur, sko. Þú veist, þannig að hann gengur sína götu haturs bara eins og hans skoðanabræður og systur. En þetta sko, ég meina rasismi, eins og við vitum, þetta mjög stórt problem í veröldinni, en sko, islamofóbía hún er algjörlega legitimiserð, hún leyfð. Hún bara markasett og hún má, sko. Og það aldrei neitt mál að setja terroristarlímið á fólk sem er íslam trúar. Það bara ekkert mál, það má. Og þú mást stinga þeim fangilsi, það þarf ekki að rétta við þeim ekki neitt, sko. Það bara innbyggt í lögin okkar, sko. Já, og þetta náttúrulega bara einhvern veginn Hvað gerum við? Hvernig breytum við þessu? Hvernig breytum við heiminum, gott fólk? Með ást. Já, og smá byltingu, væntanlega. Og þetta, ég verði þáttum að verði reiður og ég þetta bara svona, þú veist, þessi segja, þetta svona ákveðin adrenalín, svona innspýting, þú veist, að hlusta svona þvætting, sko. En ástin og kærleikurinn, sko, það eina sem að þetta sigrar hatrið, sko. Þú veist, það náttúrulega bara jafn einfalt. Og þess vegna auðvitað hefur maður verið kallaður barnalegur í gegnum tíðina, skilur að því maður bara alltaf að tala ást og gleði og svona og bara svona hress, svo skemmtilegur einhvern veginn alltaf en þú veist, þetta ég meina það auðvitað ekkit annað þú veist, það ekki þú veist, til og með talandum þetta fjöldamorð í Svíþjóð. Já. Þú veist, það það þú veist að þetta ekkit sko koma neitt sko ekki neitt skrið sko þessi rannsókn en þú veist þetta svona félagslega einangraður hvítur kallmaður sem aðþekktist insel kúltúr sem að bara allt í einu bara með 3 riffla í höndunum sem að skilur hann leyfi fyrir. Já, frétturnar náttúrulega þess eðlis að við eigum að finna til með honum svona einn eitthvað og svona einhverja raskanir svona. En ekki svona spyrja okkur hvers vegna í ósköpunum enginn vildi vera nálægt honum. Það bara akkurat, já, eða sko, þú veist, ég svona hallast að því að sko þetta það eiginlega bara, ég meina riffill í Svíþjóð kostar mörg 100.000 krónur, ég meina, þú veist þetta ekki einhver. Þetta forréttindasport. Já, ég meina maðurinn, hann allavega var með 4 skotvopn og hníf og ég meina það hefur komið fram, Aftanblaðið sagði frá því í gær að hann hrópaði þannig upp yfir sig út úr Evrópu burt úr Evrópu og það hefur komið ljós að það voru sýrlendingar sem að urðu fyrir árásinni og létu það lífið. Þannig að þetta er raunverulegu vandi og það mikið áhugjefni að sjá fjölmiðlamenn sem að vilja láta taka sig alvarlega sem slíka að sjá þá einhvern veginn svona að tromma upp í þennan sama fasíska takt og við höfum verið að sjá núna frá Trump. Já, og þú eins og þið segir sko, það er svona ákveðin svona umhyggjusemi sko, hvað varðar fréttaflutninga því það hafa verið einfari eða einhverfur eða eitthvað sko og á meðan þú veist þá guðsjálf kom það sko nú út úr einhverjum öðrum munni heldur en mínum bara þegar sko manneskja segi það ekki, ég sagði guðsjálf að þetta var ekki útlendingur skilurðu þú veist, hvað segir þetta okkur
hvernig hefðu viðbröðin orðið? Hefði hann haft annan húðlit? Hvernig hefðu viðbröðin orðið? Ég fyrir skilgrænt sem hryðjuverk ef hann hefði verið. Nákvæmlega. Það er nefnilega máli. Og þú veist, og ef að fólk allar ekki að fara að vakna upp, sko, við þann raunveruleika sem við búum við núna, þú veist, þetta fólk sem er svona reynir að leiða hjá sér og leiða hjá sér og leiða ástandi hjá sér endalaust með einhverju deyfingu, þú veist, í þá segir bara ekki vesku mín skatt. Við skulum kannski bara fá að enda þetta hér þó að það er auðvitað mörg að taka en hérna þið verður bara að koma til mín sem fyrst aftur. Ég þakka ykkur kærlega fyrir Kristína og Diddi. Þið haldið áfram að standa vaktina fyrir okkur gegn fasisma og hérna kórum og bara lifi frjáls Palestína. Lifi frjáls Palestína. Þakka ykkur fyrir og tókið við þær meira hér handa villi. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Og verið velkomin í áframhaldandi samræðu við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til mín er komin góður gestur. Það er Arna Magnea Danks sem ég ræddi við daginn og hún var svo góð að koma aftur til mín og segja mér eiginlega svona, hún er eiginlega svona eins og okkar fréttaritari, transfréttaritari má segja og mannréttinda fréttaritari og okkur langaði til að sko ræða þetta sem að þú nefndi við mig sem að kallast Project 2025 og sumir segja hvað kallaði þetta lögbók Lúsífers? Leikbók Lúsífers. Hvað er þetta nú? Þetta er sem sagt, það var hópur af fólki og hérna sem að tilheyra þessari svokölluðu réttrúnaða kirkju hérna í Bandaríkjunum sem að oft hefur verið nefnt og kennt við Biblíubeltið í Bandaríkjunum sem er þessi miðvesturíki og þau skrifa þessa bók og þetta er svona, má segja þetta sé svona ákveðin leikbók sem að er verið að fara eftir sem að snýst hvernig þau ætla að breyta samfélaginu í þá átt að vera raunni það samfélag sem að Margaret Atwood skrifar í The Handmaid's Tale þar sem þetta verður svona hvítt samfélag sannkristna hægri sinnaða einstaklinga þar sem að það verður raunni búin að útiloka og losa samfélagi við það sem að þetta fólk kallar óæskilega einstaklinga og óæskileg áhrif á æsku landsins. Þau fela sig á bak við það að þau séu að bjarga einhverju því að sjaldan er það nú þannig að fólk trúir því sjálft að það sé vondi kallinn, ef við getum orðað þannig, það trúir að það sé að gera eitthvað rétt alveg svo nasistar í seinni heimsstyrjöldinni þeir trúðu að þeir voru að gera eitthvað rétt og meira segja stóð á hjálmum þýskra hermanna Guð er með okkur og það er nú þannig í stríði að það skiptir engu máli hvorum megin víglínunar þú ert hvort sem það er í stríðsátökum þar sem að það eru notuð vopn eða hvort það er í svona menningarstríði en svo hefur stundu verið nefnt culture war að þá er enginn sem trúir því í raun og veru að hann eða hún eða hán sé röngum megin við línuna sé vondikallinn og þessi leikbók er skrifuð og allir vissu af þessari leikbók löngu fyrir kosningar og margir uppistandarar og svona mannréttindasamtök og annað bentu á þessa leikbók og sagði þetta er það sem þeir ætla að gera og þetta er bara hræðilegt. Þetta er raunverulega bara aðgerðaráætlun, skref fyrir skref runni, þú veist hvað þeir ætla að gera, hvernig þeir ætla að gera það og hvert þeir ætla að stefna og fyrstu 180 dögum nýrra stjórnar að þá lýsa þeir yfir því að þeir ætla að rauninni að afnema
öll réttindi transfólks og vinda ofan af það sem að þeir kalla þessum vókisma og hvað búið að gerast? Jú, þeir eru búin að afnema lagalega tilvist trans og intersex fólks Svo við fórum í síðast mjög alvarleg að lagalega er þetta fólk ekki til þeir eru búin að koma því þannig fyrir að nú er það þannig að allir sem eru trans og búin að fara í gegnum leiðréttingarferlið og eru kannski með ökuskírteini og vegabréf með réttri kynskráningu að það er búið að ógilda öll þau vegabréf og þau ökuskírteini og þessu fólki er gert skylt að sækja ný vegabréf með kynskráningu sem þau fengu við fæðingu þetta þýðir náttúrulega ef þú ert transkona sem búin að fara getum allt ferlið og þú farð nýtt vegabréf og á vegabréfinu stendur að þú sett kallkyns og þú ferðast einhvers þá mun sá sem að tekur á móti þér á flugvöllin tollvörðurinn sjá að þetta samræmist ekki og hvað gerist? Jú, þú verður leitt í eitthvað hliðarherbyggi þú verður strippuð niður það verður gerð líkams skoðun á þér, það verður jafnvel sett í yfirheyrslu og jafnvel þá er þér haldið með að vera að rannsaka málið þannig að þú veist, það að fara í ferðalag er orðið ómögulegt sem það þýðir að fólk er fast, það er henni í fangi það getur ekki flúið og þetta er nákvæmlega sama og var gert 1936 að mig minnir að þá voru vegabréf og önnur skilríki gyðinga gerð upptæk þannig að þeir gátu ekki ferðast og þetta er liður í ákveðnu útrýmingaráætlun síðan samkvæmt bókinni þá ætla þeir að stinga öllum steinunum sem eru brotleg við þessi nýju lög sem þýðir það að meira og minna allt transfólk sem að lifi samkvæmt sinni eins samvisku og búin að fara kannski gegnum allt staðfestingarferlið það er bara sjálfkrafa með því að vera til orðið brotlegt við lög þú veist vissulega tegjulegt en enga síður þá er það þannig að ef að þeir ætla að framfylgja þessu þá er mjög lítið sem er hægt að gera til að stoppa þessa einstaklinga vegna þess að þeir eru nú þegar að skipta út öllum þeim innan FBI, CIA öðrum alríkisstofnunum sem hefur með löggæslu að gera öllum þeim sem að er ekki tilbúinir að styðja þessa hugmyndafræði að þeim er bara sparkað þá? Já, þeim er sparkað eða þeim er boðið mútur nú nýlega voru fréttum þar sem að þeir buðu fleiri 100.000 ríkisstarfsmönnum að þiggja biðgreiðslur upp á 8 mánuði með því að segja upp að því að þeir ætla bara að koma að sínu fólki Þannig að þarna reynir á svona þennan það er náttúrulega réttur borgara í lýðræðisríkjum að sína borgaralega óhlýðni þarna er spurningum svona hvort að embættismenn raunverulega geti eins og biskupinn og geti auðsýtt einhvers konar borgaralega óhlýðni og hvort að það muni verða í einhverju miklu mæli eða hvort þetta bara muni valda í gegn Já, nú þegar þá er töluvert borgaralega óhlýðni og núna nýlega komin ljós að þeir settu af og eru búin að loka öllu því sem að heitir DEA eða DEA stofnunum og aðgerðar áætlunum innan Bandaríkjanna og við fórum aðeins yfir þetta síðast þetta þýður henni diversity, equity, inclusion og ableism er sem að þetta hjá mér svona, maður gleymir alltaf skamstofun og þetta snýst rauninni að innan stjórnkerfisins er systematist verið að vinna móti misrétti að vinna móti því að til dæmis að það eru hópur af fólki sem að sækir vinnu
og hérna áður fyrir þá var það bara sjálfkrafa hvíti gagnkynhneigði karlmaðurinn fekk vinnuna. Skipti engu máli hvort hann væri hæfur eða ekki. Það var horft fram hjá konum, það var horft fram hjá fólki af latneskum uppruna og svörtu fólki og fólki af frumbyggjaættum og fram hjá hinsegin fólki og það var bara, þú veist, oft sem að það var bara talið í lagi líka eða kom upp að fólk var hinsegin og það var rekið. DEI eða DEIA, það fer mismundi eftir, þú veist, hvaða ríkisstofnun á við, hvort að það sé verið að AEð sé tekið inn eða ekki og AEð náttúrulega, þú veist, stendur fyrir að vinna gegn misrétti gagnvart fötluðum og það búið að leggja þetta allt niður og fólk heldur þetta sé mjög margir halda þetta sé fyrst og fremst verið að beina spjóti sínum að transfólki og hinsegin fólki en þetta mun bitna á öllum minnihlutahópum og þar með konum líka. Þetta vinnur gegn konum, þetta vinnur gegn svörtum, þetta vinnur gegn fötluðum og þetta vinnur gegn fólki af frumbyggjaættum. Þannig að þú ert raunin að fara aftur til þess tíma sem að rauninni slagorð Trump þú veist búin að vera allan einn tíma Make America Great Again til þess tíma kringu 1950 þegar það var ríkjandi aðskilnaðarstefna í Bandaríkjunum og hvítir ófatlaðir gagnkynhneigðir karlmenn voru algjörlega á toppnum allstaðar í samfélaginu. Það það sem að hann vill snúa samfélaginu aftur til og þannig að þegar hann segir Make America Great Again þá hann bara að tala Make America Great Again fyrir hvíta, gagnkynhneigða, ófatlaða karlmenn og það það sem að þessi playbook, þessi leikjabók Lucifers, þó ég efast að Lucifer væri svona vondur við ákveðna, þannig þetta bara vondur við alla að hann sem að Trump og Co. vill gera og það sem sagt þessir einstaklingar innan þessa öfga hægri kristnu fasistarhreyfinga þarna í miðvesturíkjunum búin að hanna aðgerðar áætlun, skref fyrir skref hvernig þeir ætla að fara að þessu og þeir eru byrjaðir og þeir eru alveg á fullu. En þetta bara, þegar nefnir þetta þeir sko, sem hafa skrifað þessa bók, þetta er bara gríðrættkar, þetta bara eins og Ku Klux Klan einhvern veginn gaurar eða svona? Já, sko, þú veist, þetta eru það vitað, komaði fram það alveg vitað og þetta eru, þú veist, það eru nokkrir, sko, þetta eru margir kallmenn skrifa þessa bók og Trump meðal annars titlaður sem svona þú veist í bókinni þó hann hafi raun ekki skrifað neitt í henni sjálfur aðal rithöfundinir núna bara mann ég ekki hvað þeir heita ég gleym alltaf nöfnum á fólki að þeir koma úr mörgum áttum þeir koma innan úr stjórnsýslunni þeir koma innan úr þessari hreyfingu öfga hvítu hægri kristnu hreyfingu einn eða tveir þeirra eru fyrirverandi sjónvarspredikarar og Trump hefur ekki beðið á að skrifa þessa bók þetta fólkið og hreyfingarnar sem eru búin að vera að borga fyrir og koma Trump til valda líka sko þegar hann komst til valda 2016 þú veist þetta fólki sem búið að vera bak við hann alla tíð þannig að þessi hugsunum að Trump sé bara svona nett brjálaður og vekur náttúrulega vakti upp svona kannski einhver leiti spenning svona þá bara svona hvað mun Trump gera að því hann væri svo svona trúðslega mikið ólíkindatól það þetta svona sem að kannski mörgum fannst áhugavert og einmitt eins og við rættum þetta sína vald sitt sko svona þetta fasísku áhrif að geta bara gert hvað sem en það sem þú ert að raunverulega að segja og fleiri það þetta sko, hann þarna að fylgja ákveðinni aðgerðar áætlun sko. Það bara í gangi, þetta ekki svona og þá spyrir maður, og hvað þá næst? Sinns þá ekki hægt að fletta bara upp í bókinu og sjá hvað verður næstu kaflar? Jú, þetta til á netinu og að þú ferð og bara googlar Project 2025 og nennir að lesa þetta þú veist, í gegn að þá þetta bara þetta mjög skuggaleg heimsýn sem að blasi þar við og
fyrir kosningarna 2016 og fólk svona vissi ekki almennilega Trump hefur alltaf verið þannig að hann vilji verið í sviðsljósinu. Hann svona þessi narsissíski einstaklingur sem að þarf að upphefi sjálfum sig og annar manna kostnað. Hann einstaklingurinn sem gerir lítið öðrum til þess að þykjast vera meiri. Hann þessi rekkjusýn á skólalóðinni og rúmlega það. Og hann ákveðin trúður. En hann ekki sá sem að kom sjálfum sér til valda, heldur það öfl þarna bakvið sem að með mjög skýra sín á hvernig við vilja hafa heiminn. Og Margaret Atwood rithöfundur sem skrifaði Handmaid's Tale að þú veist, þetta bara rauninni það sem að þetta fólk vill stefna, bara ljóst og leynt og það hefur verið bent á það en það nú bara þannig að það oft fólk vill ekki trúa hlutunum. Fólk vill ekki trúa að hlutinni séu eins slæmur og og það oft sagt ég verð ekki með þessa bölsýni eða verð ekki gera úlfald úr mýflugu og svona og þetta var sagt fólk áður en Hitler komst til valda og þetta var sagt meira segja í Bretlandi þá var gert lítið úr því sem Hitler var að gera alveg framundir meira segja eftir að reiðast inn í Pólland eftir að reiðast inn í Pólland þá var trúðu svona fjöldi fólks annars staðar í Evrópu að það var ennþá hægt að semja við hann og við erum bara að sjá nákvæmlega sama gerast núna við sjáum ráðamenn hér á Íslandi og annars staðar í Evrópu tala að þau ætla að semja við Trump þau ætla að ná samkomulagi við þessa vinaþjóð en það sem þau skilja ekki að þau ekki að semja við einhverja vinaþjóð þau að semja við einn einstakling sem hefur mjög öflug samtöku bak við sig og hópa fólki sem hefur mjög fasíska og skýra sín og hvernig þau vilja breyta Bandaríkjunum og öllum heiminum og það ekkert sem að stoppar þau nema að fólk fara að taka þetta alvarlega rísa upp á afturlappinu og segir hingað ekki lengra og sem betur fer við farin að sjá það að gerast bæði innan og utan þings í Bandaríkjunum sérstaklega eftir að þetta mál kom upp í sambandi við CDC að það komi ljós að rauninni að þú veist CDC kerfi sem að heldur utanum til dæmis eftirlaunakerfið í Bandaríkjunum bæði á fyrrverandi hermönnum og öðrum opinberum starfsmönnum allt inni komi ljós að Elon Musk var með upplýsingar alla opinbera starfsmenn bara kennitölu, heimilisfang, allt saman og það komi ljós að hann með 5 svona unga stráka alla svona bara rétt nýskriðnir yfir 20 sem sérfræðingar í að hakka og þeir bara komnir með allar upplýsingar og alla stjórn á þessu kerfi þeir geta núna stoppað greiðslur til dæmis eftirlitsþega til fyrrverandi hermanna og svo framvegis Þið geta stoppað á þeim forsendum að ég bara rafrænt þannig að þú veist, segjum það að þú ert fyrrverandi hermaður og þú ætlar að fara í bankan og þú átt vona því að fá eftirlaun að því þú ert komin á eftirlaun og þú ætlar að sækja eftirlaunagreiðsluna þína og þá þeir bara sagt í bankanum nei, hún barst ekki frá ríkinu og það þarf enga það þarf ekki að gera grein fyrir því kannski, en þá rökin þau að þessi einstaklingur sé óæskilegur þá líka á einhvern nátt? Nei, ég meina að þú veist, þeir hafa bara völdin þú veist, þeir hafa völdin til þess að stoppa greiðslur láta greiðslur svona sitja í kerfinu óútskýrðar mjög lengi og fólk sem að kannski á eftirlaunaaldri eða þú veist þarf á einhvers konar tryggingabótum að halda það lifir ekkert lengi á þess að fá þennan pening þetta veldur upplaust þetta veldur vanlíðan og þetta mun auka ofbeldi sem hluti af þessari leikjabók að auka upplaust og síðan kenna öðrum þú veist, transfólk kannski 1% af Bandaríkjunum innan við það transkonur þá 0,5% eða minna en nú þegar þeir búin að vera að reyna að klína því á transkonu sem í hernum að hún hafi verið að fljúga þyrlunni sem að olli slysinu núna í Washington daginn
en hún var ekki í þyrlunni. Hún ennþá lifandi en þyrluflugmenni sem voru báðir sískynja, gagginir, hvíti kallmenn og létust í slysinu að það verið að reyna að sópa því undir teppi og verið að búa til svona upplýsinga óreiðu og Elon Musk og þetta teymi sem í kringum hans af þessum stráklingum eru að ýta undir upplýsinga óreiðu og alls konar aðra óreiðu eins og fjárhagslega óreiðu og það veldur reiði, það veldur upplausn og samkvæmt leikbókinni þá verið að ýta undir þá hugmynd hjá almenningi að þetta sé út af þessu DEI-kerfi og þetta sé meðal annars út af hinsegin fólki og þá sérstaklega transfólki. Og þetta slýsa vorðið, Já, og ekki bara þetta, heldur allt sem að fer úrskeiðis. Og þetta gerði nasistar með gyðinga og hinsegin fólk í seinni heimsstyrjöldinni. Fundi blóraböglana og kendlum allt sem og þegar þú ýtur undir alla þessa reiði að þá þú líka steik frýr. Þá geta stjórnvöld sagt þetta ekki okkur að kenna þegar allt í einu þá bara, þú veist, almenningur, hægri vinstri gengur með múrsteina og bara heikvíslar og í nútíma nornaveiðum að drepa hver einustu transkonu sem þeir finna. Stjórnvöld gerðu það hér með útlendinga þegar það fór allt í eins og kostningarnar þetta fór að snúast útlendingamálin og eins og útlendingar og innflytjendur og fólk á erlendu bergi brotnum væru allt í orðin ábyrg fyrir sem sagt okkar heilbrigðishruni heilbrigðiskerfisins og menntakerfisins og þannig að það þessi svona sama lógík það að finna einhver blóraböglana og sem sagt afsala sér ábyrgð og að leyfa sér það og það kallast líka ekki populismi og ef lengra gengið í því aðgerra áhullinu þá það fasismi má segja en sko það sem svolítið óhugnalegt líka þú ert að lýsa þetta ferðalögum segjum svo að það fjölskylda sem ákveður að fara í ferðalag og hefur ekki lesið á netinu eða ekki lesið þessa leikbók Lucifer sem kallast svo eða Project 2025 sem voru þetta vísi og hefur ekki kannski hlustað á ræðurnar og svona og ég segi svona hvernig áttu endilega að vita ég transkonu og að fara í ferðalag fjölskyldunum minni ég kannski fylgist eitthvað með fréttum en ég hef ekkert alveg fylgst með þessu með passana eða sem sagt að ég eigi að sækjum nýjan passa þannig ég fer bara með gamla passan minn ef hann ennþá í gildi en faktis séð samkvæmt lögunum þá hann ekki lengur í gildi hann ekki lengur í gildi en sem svo ég veit ekki hann sé ennþá ekki hann sem bara samkvæmt mínum heimildum hann ennþá í gildi dagsetningin rétt og svo leiðis en nú leiðu þú kemur á flugvöllin þá ertu stoppuð vegna þess að það búið að gefa út að þessi passar á þetta fólk sé ekki lengur í gildi og þegar þú kemur á flugvöllin að þetta alltaf rafrænt og það nefnilega málið við lifum á öld þar sem þetta allt svo rafrænt og þú kemur passaðinn sem að þú heldur að sé ennþá í gildi og flugstarfsmaðurinn hann flettir þetta upp og segir nei því miður það stendur hérna að passiðinn sé ekki lengur í gildi og þú getur ekki farið borðið í flugvélina þú verður að snúa fara í þessa stofnun og og það getur vel verið að flugstarfsmennir hafa ekki upplýsingar hverju passin ekki í gildi Nei, hugsaði niðurlæginguna með fjölskylduna að fara í skemmtuferðina og talandi sko, ábyrðin þá skellt á mig þú hefðir átt að vera búin að kynna þér máli þú ert ekki lengur sko, lögleg manneskja, þú ert ekki með löglegan passa og þú ert ekki eins og lögleg manneskja og eins og upplýsingarnir eru í dag, einmitt allt á að vera tiltækt á netinu, en stundum fólk bara ekki kannski nettengt af einhverjum ástöðum eða bara færi ekki þessar upplýsingar bara hérna á Íslandi, ég meina það óveður hvar liggja upplýsingarnar þú veist það þarf ekki mikið til að fara úrskeiðis til þess að maður velti fyrir sig hvar eru boðleiðir upplýsingarna þannig að svo allir yfir þegar sem allt í nú sem sagt hætta greiðslurnar fá engar upplýsingar kannski það hvers vegna og ef það ætlar að sækja þær upplýsingarnar þá kannski mjög erfitt að fá svör sko frá svona kerfi. Það tekur tíma, þú veist, þrátt fyrir þetta stafræna kerfi okkar og það alltaf gerast mjög hratt og getur faktiskt séð gerst mjög hratt og það ekkert sem segir að það að gera svona hægt að þá ákveðin tregða í kerfinu og þessi tregða má segja byggð í kerfið
þannig að þú þarft alltaf að fara gegnum fleiri en eina stofnun og þú þarft að fara gegnum margar stofnanir. Smáfyrirtæki og einstaklingar tala um þetta þegar að bara fá skráningu fyrir fyrirtæki sitt. Þá þurfa að fara gegnum svo margar hindranir í staðan fyrir að fara gegnum eina stofnun. Og það er sama fyrir transfólk. Sérstaklega í Bandaríkjunum annars staðar þar sem ekki kynrænt sjálfræði og ég var í gamla kerfinu hérna á Íslandi að ég þurfti að fá uppskrifa frá geðlækni, uppskrifa frá sálfræðing, ég þurfti að sækja 6 mismundi pappíra frá þjóðskrá, ég þurfti að skrifa greinagerð, ég þurfti að fá samþykki frá að hópa fólki, sérfræðingum, læknum að ég væri trans enough, ég væri nægilega trans til þess að halda áfram í ferlinu og fá viðurkenningu. Ég var samt byrjað á hormónum en ég þurfti að fá þessa viðurkenningu til þess að halda áfram og fá rétta kynskráningu. Ég þurfti að borga ógrínaða pening til þess að fá rétta kynskráningu og breytingu nafni í gamla kerfinu. Þetta tók fleiri mánuði og safna gögnum og senda síðan gögnin jafnvel á sama staðinn og suma af þessu gögnum komu 3-4 af þessu pappirum sem ég þurfti að borga fyrir að fá komu þjóðskrá og síðan þurfti ég að senda þetta allt aftur á þjóðskrá þannig að akkur gæti ég ekki gert þetta rafrænt. Nei, ég varð að fylla út hvern einasta pappír þannig að þetta tók alveg gífurlega langa tíma og náttúrulega það eru margir sem bara eiga mjög erfitt með þetta kerfi og kvíðin verður svo mikill að þeir gefast upp á leiðinni og gefast þá upp á bara lífinu í leiðinni og þetta er svona víðsvegar heiminn. Það eru örfá ríki sem hafa gert þetta einfaldara með lögum kynrænt sjálfræði en það er ekki þar með sagt að ferlið sé eitthvað auðvelt og það er ekki þar með sagt að þú þurfi ekki að hoppa í gegnum ákveðin, þú lappar ekkit inn eins og sumir halda og þessi aðgerðaáætlun Project 2025 gefur undir skóinn að transfólk bara lappi inn eina hurð og lappi sér út hina hurðina og er bara búin að breyta sér og gangi í gegnum allt saman. Þetta virkar ekki svoleiðis. Þú þarft að fara í gegnum ítalegt sálfræðimat, geðmat, þú þarft þú þarft virkilega að máta þig við sannleikann og berjast fyrir sannleikanum sjálfa þig og það skiptir engu máli hvort að það eru lögum kynrænt sjálfræði eða ekki. Það er ekki það myndi enginn velja að vera trans ef að við höfðum val. Ég meina þú velur ekki eins og í mínu tilviki þegar ég þóttist vera hann að vera hvítur gagnkynhneigður karlmaður í góðri stöðu og í bara yndislegu hjónabandi. Þú velur það ekki að henda þessu öllu frá þér og verða hluti af einum jaðarsettasta minnihluta hópi á jarðkringlunni bara af því að það er svo töff. Það er að því ég hafði ekki val. Baráttan var alltaf til staðar. Ég var að berja skeitt sjálf með mér 24 tíma á sólarhring og þetta var eins og ganga mig fjall á bakinu og ég laus við þetta fjall núna en það þýðir náttúrulega að ég þarf að horfast augu í augu við fólk sem að hata mig en ég skal frekar horfast í augu við það heldur nokkuð tíma að taka fjallið aftur og setja það á bakið en það sem að það er verið að gerast núna í Bandaríkjunum með því að neyða fólk að taka vegabréf með gömlu kynskráningunni þá er það að valda því andlegri vanlíðan og það er raunni verið að setja fjallið aftur upp á bakið á því og líka það að þá veit að með því að fara í ferðalag með ranga kynskráningu býður upp á vesen í besta falli, bara smávægilegt vesen á komustað og í versta falli algjörlega niðurlægingu og jafnvel fangelsisvist fyrir að vera með pappíra sem samræðast ekki því að þú veist ef ég væri með vegabréf með minni mynd réttri mynd og það stæði mail M í vegabréfinu og ég færi
til Bretlands bara hérna rétt hjá þar sem ég var í skóla í háskólanámi þá myndi ég lendi því að ég var tekin af lögreglunni inn í sérherbyggi ég var strippu niður það myndi manneski með gúmmivelling fara inn í allar hólur til þess að tjekka og þau myndu samt ekki vita það að ég væri ekki líffræðilega fædd kona að því ég er búin að fara í gegnum allt ferlið þau þyrftu að láta mig í sérstætt próf því það ekki nóg að fara í blóðpróf þá þarf að fara í sérstætt próf til þess að ákvarða hvort að ég sé með X, Y, XX litninga og það er ekki einu sinni víst að ég sé með það vegna þess að þetta er svo dýrt próf að allt mannkynið hefur ekkert verið prófað það er fullt af fólki sem að er með X-Y litninga en út af SR-Y geninu að þá er það er að segja vöntun á SR-Y geninu þá er Y-litningurinn ekki virkur og þannig að það þróast bara eins og líffræðilega konu að ræða fólki er með eggjastokka, það getur átt börn og allt saman og gengur getum all lífið fullkomlega líffræðileg sís kona en það er samt með X-Y litninga og þessi flóra og það er að sem vísindamenn eru búin að koma að stað er bara miklu stærri en fólk gerir sig grein fyrir og miklu algengari en fólk gerir sig grein fyrir þannig að við erum kannski má segja intersex það er að segja vera einhvers staðar rófinu sé rauninni normið En hafa vísindamenn eins og til dæmis erfðavísindamenn sem er náttúrulega óbúslega mikil búið að vera í uppgangur í erfðavísindum og gena rannsóknum og slíku finnst þér Er það því persónulega skoðun að erfðavísinda fólk sé nógu duglegt að koma fram með þessa staðreynd og svona í að því að núna finnst manni sko mikið af kannski erfðavísindum maður heyrir þau bara meira ég veit ekki í einhverjum tilteknum svona málaflokkum maður heyrir svo sjaldan það í svona Nei, það er nefnilega sko út af þessu blessa algoritma að þá erum við bara mötuð á því sem við viljum láta mat okkur á og það eru til fjölda fræðigreina þetta og það er fullt af erfðafræðingum og lífendafræðingum og líffræðingum sem eru búin að benda á þetta alveg fleiri hundruðir nýleg rannsók til dæmis að því að ein mýtan er að transkonur hafi eitthvað líkams yfirbörð gagvart sískonum þegar kemur að íþróttum sérstaklega transkonur sem hafa farið í gegnum karlkyns kynþroska en nú kemur bara ljós í nýjum rannsóknum mjög ítallegum rannsóknum að transkonur að því að ferlið allt er það mikið álag og líkamann og að það er raunni standa hallari eða standa verð að víi þegar kemur að ákveðnum íþróttum og flest öllum íþróttum heldur en sískonur út af ferlinu sem það er búin að fara í en það er ekkert verið mikið að halda þessu á lofti það er vegna þess að sko hverjir græða og það er stundu sagt til þess að komast að sannleikanum hlutina þá bara follow the money eldu peningana það eru tryggingafyrirtæki og ýmisfyrirtæki nota svona upplýsingar erfðafræðilegar upplýsingar og bara, ég veit ekki, almennar vísindalegar upplýsingar mjög mikið til þess að selja og það er náttúrulega það sem er mikið gagnrýnt hvernig rannsóknar og háskólasamfélag og vísindasamfélagið í Ameríku hefur kannski látið kaupa sig, má segja en þannig að nú er það samkvæmt þessari Project 2025 hvernig ætli sé ekki einhver þá greinum það hvernig ég brjóta niður vísindasamfélagið ennþá meira? Þeir eru að því Bandaríkin er búin að segja sig frá Alþjóðaheilbrigðisstofnun CDC hefur með vísindi að gera líka og sko CDC heldur utanum allar svona upplýsingar og rannsóknir og er ekki strax búin að gleyma hvað CDC er sko, ég gleyma alltaf svona skamstöðunum hvað er aftur CDC? Já, þú verður að googla þetta því ég vil ekki fara ránt með ég er hætt við að fara ránt með en þetta ég vona hlustendur og áhorfendur muni betur en ég CDC, það er stofnun ég átt að vera búin að googla það en CDC er stofnun sem heldur utanum þú veist
upplýsingar og upplýsingar fólk, upplýsingar fyrirtæki og upplýsingar vísindaransóknir. Þannig ef að þú til dæmis, þannig að við getum eins og þjóðskalasafn hérna heldur utan allar upplýsingar að CTC runni, þú veist, svona hliðstæða það heldur utan allar upplýsingar Community Document Center eða eitthvað. Já, eitthvað svoleiðis og nú þegar bara rosalega mikið af upplýsingum sem bara horfið og það kom í ljós að þetta gengi Elon Musk þessir stuppusna strákar að þeir voru bara systematist að þurrka út alls konar pappíra sem hefði að gera með ekki bara hinsegin fólk og transfólk heldur í sambandi við fóstureyðingar í sambandi við eyðni rannsóknir, HIVF rannsóknir í sambandi við glasafrjókun og aðra frjókunar aðferðir fyrir fólk sem gat ekki átt börn allt svona sem talið samkvæmt þessum öfgahægri kristnu fasistum sem við notum bara og köllum þetta réttu nafni þetta er náttúrulega bara fasismi að allt það sem að þeir telja að sé stríði gegn þeirra samfæringu, það er búið að vera að þurrka út þessa pappíra. Það nú kannski einmitt eitt helstu einkenni á fasisma þegar hann kemst til valda að þá einmitt eru svona skjalasöfn og gagnasöfn eru mjög í hættu. Annarkvort þeim eitt eða þau eru hertekinn og gögnin eru notuð gegn þegnunum. Það er upplýsingaveitur sem hafa verið eiginlega kannski bara mjög til grundvallar lýðræðinu. Þessar stofnanir geta á einni nótt og orðið sko að helsta vopni svona alræðisafla og fasískra valdaafla sömu stofnanirnar þannig að það er eiginlega þá enn eitt merkið að þarna er mikill fasískur uppgangur og þessu hefur verið líkt við bókabrennunar þú veist í Þýskalandi nasismans þú veist þá voru náttúrulega öll skjöl og annað á pappírsformi og þetta var þú veist það voru ekki bara bækur þetta voru skjöl og rannsóknir og vísinda rannsóknir sem að voru brendar nú er þetta allt á tölvutækjaformi í eitthvað gemt í einhverjum skýjum á gagnagrunni og það að þetta sé verið að eyða þessu systematist út af þessu gagnagrunni CTC er ekkit annað en nútíma bókabrennur og sem betur fer þá eins og þá hafa risið upp alls konar samtök og einstaklingar og sumir hverju einstaklingar sem að hafa náða að því það er til svona það eru til forrit og app sem að ef að þú eyðir ykkur af netinu þá er til svona það sem ég kalla draugaslóð af því í einhver tíma og það er til fólk sem getur fundið og afritað þessa draugaslóð og ekki það ég kunni það en og þetta hljómar er svo vísindaskáldsaga en það hefur verið mjög duglegt að endurheimta mikið af því sem að er glatað og opnaði nýjar vefslóðir sem að fólk getur leitað eins og ein er kölluð ctcresearch.com eða eitthvað svona sem að er ekki tengt CTC heldur bara vefsíða sem að var stofnuð og þannig að núna erum við að sjá svona ákveðið internetstríð í gangi þar sem að það er annars vegar hópur fólk sem er að reyna að eyða út rauninni alls konar upplýsingum rannsóknum og heimildir sem eru notaðar til dæmis í dómsmálum sem þegar það er sagt þú eru bara af hverju ef einhver fær ekki lengur greiðslurnar sínar lífeyris greiðslurnar, þú getur bara lögsótt þá ríkið, það er alltaf verið þú getur lögsótt, en þá eru kannski ekki gögn lengur til þess að nota í dómsmálunum. Og líka þetta eru upplýsingar þetta er eins og upplýsingar fyrir konur sem hafa orðið fyrir orðið fyrir því að vera nauðgað og það eru kannski óléttar og það eru að leita hvar sé öruggt að fara í þungunarof og allar upplýsingar þungunarof sem voru innan CTC er búið að fjarlæga þannig við erum að tala þetta það er verið að veiga að heilbrigðisþjónustu kvenna allara kvenna, ekki bara transkvenna heldur allara kvenna og það að etja
einhverja úlfúða milli transkvenna og sískvenna á endanum og það sorglega að það svo marga konur sem að taka þátt í þessu þær sjá ekki hvernig þetta skadar alla konur ein reglugerðin núna sem að republikanar reyna að berjast fyrir að vera samþykkt af þinginu og mun þá gilda í öllum fylgjum en gildir nú þegar í einum 20 fylgjum af 50 í Bandaríkjunum að það megi taka ungar konur í líkamskoðun og þegar við tala unga konur þá erum við að tala börn alveg niður í 4 ára í líkamskoðun ef það grunur að það sé trans þetta þýðir bara að allar konur og allar stúlkur eiga yfir höfði sér ef þær eru í sundi eða baði eða almenningssalerni og það kemur einhver fulltrúi og heimtar að fá að kíkja þar naktar en málið að þú veist, það engin munur á líffræðilega fæddri konu og transkonu sem búin að fara gegnum allt ferlið bara með því einu að horfa eins og ég segi, þú þarft að fara með þig í genaransókn til þess að vera viss Þannig að þetta raunverulega verið að lögleiða ofbeldi. Það er verið að lögleiða ofbeldi á konum og gegn konum. Gagnvart öllum konum, já. Og gagnvart raunverulega mjög stórum hluta þjóðarinnar, sem sagt, samkvæmt þessari bók líklega, þá ekki stoppað. Já, gagnvart þessari bók, þá líka verið að taka út þjónustu við fallaða. Það verið að taka út alla þjónustu við HIV smitaða og við vitum það alveg að það ekki bara hinsegir fólk sem HIV smitað. Heldur gagginett fólk sem er HIV smita líka. Þeir eru nú þegar búin að taka í burtu alla fjárhagsaðstoð við HIV í Afríku og þeir eru búin að skera niður og hætta og gefa út á tilskipun það lyf sem heitir PrEP sem maður ætti að taka og þá verður þó þú sofir með einhverju sem er HIV smitaður þá færði ekki HIV þetta lyf hefur verið niðurgreitt og aðgengilegt öllum sem vilja og bara þurfa að biðja það þeir eru búin að henda þessari áætlun út úr gluggann sem þýðir að lyfið verður svo dýrt að það ekki nema fyrir örfá einstaklinga að kaupa það þeir eru búin að taka út eins og segja með tæknifrjókanir með þungunarrof upplýsingar þeir eru búin að taka út alls konar sálfræðiþjónustu þeir eru búin að taka út alls konar fötlunarþjónustu þeir eru búin að taka út alls konar þjónustu þegar þú verður fyrir glæp af rasískum toga það er að segja að þú ert manneskja sem verður fyrir því að það eitthvað ræðst á þig að þú ert svört eða latnesk eða að frumbyggja ættum og allar leita að rétta þins út frá þessu að þú hefur orðið fyrir hatursglæp það hafa búið að taka allt út í sambandi við hatursglæpi Þetta nú þegar búið að gera á þessu stuttutíma en hefur þú þorað að lesa þessu bók Project 2025 til enda? Ég ekki búin að lesa bókina Nei bara að því að þú veist ég bara fylltist ótt að því ég byrja að lesa hana en það eru samtök eins og Human Rights Organization og fleiri samtök sem hafa gefið út svona hvað hefum segja úrdrætti, einfalda úrdrætti svona til að sjá bara hvert stefnir og ég búin að lesa þá og mér fannst það alveg nóg og mér fannst það bara þú veist, ég bara trúði ekki þú veist, jafnvel þó að ég sé transkona og ég hafi upplifað alveg ótrúlega mikið hatur og einskinni og frá ótrúlega mörgu fólki og frá þú veist, fólki sem jafnvel þú veist, eru feður og mæður og afar og ömmur og þú veist svona það sem að fólk myndi segja að vera góðborgarar að sem mér sagt að ég þú veist að bara vera dregin bak við skúr og vera skotin í hnakkan og eitthvað svona alls konar svona hlutir að Þú kannski þolir ekki alveg þetta er ekki bók sem að þú bara treystir til að lesa frá að lesa þú veist einhverja svona aðgerar áætlun upp á fleiri 100 síður
Það sem verið að fara bara mjög systematískt í hvernig að útrýma fólki eins og mér og rauninni sjá til þess að hinn hvíti gagnkynhneigði ófatlaði karlmaður sé ófrávíkjanlega á toppnum og allir aðrir séu honum undirgefnir og nota það sem afsökun af því það er það sem að Guð vill að það er bara, þú veist, það er bara varla leggjandi á nokkra manneski að lesa gegnum þetta og hvað þá manneski sem tilheyrir minnihlutahóp. Það er alltaf eins og þú nefnir Margaret Atwood og fleiri rithöfundar sem hafa skrifað svona sem kallast dystopíur og það hafa verið að gera þáttaraðir og við vitum öll sko möguleikan á þessu en eins og segir það er svo erfitt að trúa því og þarna er þetta, þessi bók þessi leikbók Lucifer sem við kallum því ljóðræna nafni svona, sem er kannski langt í frá að vera ljóðræn þetta er ekki skáldskapur, þetta er aðgerðaáætlun og sko, maður verður eiginlega bara ég segi fyrir mig, ég ætla nú eiginlega herða mig upp og vita hvort að maður geti ekki lesið kapla á kapla að því að kannski myndur ekki segja að verið dálítið í húfi að eins og þú sagði síðast að við leifum okkur ekki að vera svona hissa eða þannig og bíða og hingra og bara svona bíða eftir að þetta hlýtur nú að ganga á þetta bara hann er svo mikil trúður og hann er svona þetta er að við virkilega horfumst í augu við þetta er alvöru aðgerðaráætlun sem ógnar okkur öllum. Við þurfum að fara að taka þú veist Trump alvarlega vegna þess að sama hvað álit við höfum á honum og að hans illamáli farinn og tala stundum tóma vitleysu og sé heimskur og veit ekki neitt og það snýst kannski ekki bara það þá er hann þú veist þá er hann bara þú veist frontur hann er bara fronturinn og meiri segja hugsanlega þá var hann valinn sem frontur til þess að við myndum ekki taka ógnina alvarlega ógnin er raunveruleg ógnin er líka þannig að í langflestu tilvikum er hún ekki í sviðsljósinu heldur er það allt fólkið sem er á bakvið Trump og það að þú veist sko bandaríska þjóðfélagið fór hliðina og algjörlega hneykslast á því að Hillary Clinton skildi hafa sendt einhverja tölvupósta á eitt þeim sem hún hefði ekki átt að gera það sem Donald Trump er þegar búin að gera og er á leiðin að gera og einhverju hluta vegna er bandarískt þjóðfélag ekki frá hliðina það er bara eftir öxlum og við erum að sjá bara vestrænt samfélag bara þú veist vera að sigla bara að feigðarósi þú veist algjörlega meðvitundalaust eða meðvitundalítið þar sem að fólk á kaffistofunni út allan bæ þeim er einhvern veginn drull alla, eins og ég sagði síðast þegar ég kom inn þetta er eins og ljóðið fyrst komu þeirra eftir sósíalistanum ég gerði ekki neitt að því ég var ekki sósíalisti ég meina, þú veist fólk, það á eftir að vakna einn daginn við hversum vond og mikil áhrif þetta á eftir að hafa á okkur öll kannski ekki fyrir en þetta fyrir að hafa virkilega vond áhrif þegar allt einu það eru komin fullt af bandarískum hermunum hingað vegna þess að hann ætlar að taka við Grænland og það er þegar herstöð hérna að hluta þó að óbyrberlega þá sé engin herstöð á Íslandi þá bara vitum við það bara núna undanfarin ár þá eru þau búin að vera að byggja og laga og breyta og stækka og og hvað þarf að gera, þetta er eins og bara í loftslagsmálunum hvað þarf að gera til þess að Íslandingar fatti það og að þetta sé ógn fyrir okkur þarf að vera eða einhver ógn til dæmis fyrir náttúruna að við höfum ekki lengur hreint vatn að við getum ekki gefið barninu okkar hreint vatn munum við þá vakna og þetta með mannréttindi líka hvað þarf að koma fyrir okkur hérna til þess að við áttum okkur og tökum þetta alvarlega eins og segja þarf að koma hérna bara her eða verður það ekki einu sinni nóg? Það verður ekki nóg
þar hver og einn að lendi því að fara út á völl og get ekki ferðast að því að í helgarferð til Parísar að því að allt í henni passin af einhverjum ástæðum ekki löglegur eða... Ég hreinlega bara veit ekki hvað það þarf til þess að fólk vakni vegna þess að við mín kynslóð og yngri kynslóður ólust upp við það að hneykslast á öllu fólkinu sem gerði ekki neitt í uppgangi nasismans. Við erum að sjá söguna endurtaka sig, leikum við skref fyrir skref. Það sama leikbókin leikum við í gangi núna og nasistar fylgdu í sínu áráðustríði. Þeir notuðu blóraböggla, þeir notuðu hinsegin fólk, þeir notuðu gyðinga. Núna verið að nota múslima, nú verið að nota hinsegin fólk, transfólk sérstaklega, nú verið að nota innflytjendur, en það verið að draga fólk á tálar og gera fólk að fíblum og ég held að hver og einasta einstaklingu þarf að horfast í augu við sjálft sig og segja, ætla ég að vera þetta fíbl og láta draga með asnærunum eða ætla ég að standa upp og segja hingað ekki lengra. Og eins og þú segir í grein, getum við, þú hvattir fólk bara til þess að vera á móti hatursorðræðu. Já. Bara og opinberlega koma fram með það, ég samþykki ekki og ég get ekki tekið þátt í þessu og ég vil ekki taka þátt í. Það geta allir bara, á kommentakerfanum í Vísi þegar kemur ykkur grein, viðtal við einhverju mannesku eins og bara núna daginn Alexander Brím og Helgu Dögg, þegar Vísir skellti þeim upp á móti hvor annari eins og þetta væri ykkur skoðana debatett sem þetta ekki vegna þess að transfólk ekki skoðun þú getur ekki haft skoðun á því hvort að eitthvað önnur manneski á að vera lifandi ekki vissulega getur haft á því skoðun en það bara ekki skoðun. Máli snýst ekki það hvað þér finnst persónlega að kommentakerfið það var bara 90% af því var bara ógeðslegt og ég í grúpu sem að svona partihópur kallað fordómavaktinn þar sem að við erum að berjast gegn fordómum bara með að setja inn eitthvað jákvætt við erum ekki einu sinni að svara þessu fordómum við erum bara að setja eitthvað jákvætt flott hjá Alexander Brím og ég stend með henni og bara með því nota rétt fornöfn ég stend með henni því hún vissulega hún á meðan það voru svona eins og ég segi bara venjulegir góðborgarar sem voru að skrifa varaleitaðar kall í kjól og allt þetta sama gamla klesju orðfærið eineltið bara, gamla ofbeldið og eineltið og bara með því að setja inn eitthvað jákvætt með því að standa með transfólki og gera það í verki ekki bara segja það, heldur sína það á þínu vinnustað setja upp hinsegin fánan og transfánan sína það að þínu vinnustaðar sé öruggt skjól ef einhver í kringu þig byrjar að tala illa transfólk, hinsegin fólk innflytjendur, múslima fólk frá Palestínu bara segja, herðu ég ekki hérna til að hlusta þetta þú getur bara sagt þetta eitthvað annars staðar, ég ætla ekki að rökræða við þig en ég vil ekki hlusta þetta bara takk. Þarf ekki að segja neitt meira. Þú þarft ekki að réttlæta þína afstöðu því að hatrið réttlæti sig aldrei. Þeim finnst það alltaf hafa rétt á að segja hvað sem er. Og þau beita fyrir sig endalaust að þau sé gera þetta til þess að venda börnin. En málið eins og hormonablokkarar í 90% tilvika þetta notað hjá sísbörnum til þess að berjast á móti krabbameini sem er tengt hormonum til þess að berjast á móti bráðþroska í bara örfáum tilvikum innan við 10% tilvika þar sem hormonablokkar eru notaðir það notað hjá transbörnum og ef að transbörnin síðan ákveða hætta á hormonablokkarum þegar eru orðin ákveðin gömul þá hafa þau val að hætta á hormonablokkurum og leyfa þessum kynþroska taka við sem að þeim var útlitað við fæðingu eða að fara crosshormon og þannig að þau hafa alltaf val. En ef við hugsaum líka að vernda börnin þá verðum við að spyrja okkur, viljum við ekki vernda rétt þeirra til kynræns
sjálfræðis, viljum við ekki vernda tjáningafrelsið, viljum við ekki vernda kærleiks kerfi þar sem að við, eða bara umbrölindi og frelsi til að vera eins og menn eru. Er það ekki kannski, er það ekki aðalspurningin? Frelsi til lífs, vegna þess að það snýst að lifa þínu besta lífi og þetta snýst að bara fá að lifa vegna þess að það rosalega mikið af transungmunum og það eru margar rannsóknir sem styðja við það að ef að þau fá viðeigandi heilbrigðisþjónustu að þá líður þau mikið betur og transfólk sem að fékk heilbrigðisþjónustu, viðeigandi heilbrigðisþjónustu strax sem börn, þeim líður mikið betur heldur en til dæmis transfólki sem að fóru gegnum rangaðan kynþroska. Vegna þess að fara gegnum rangaðan kynþroska þá ertu með ákveðin líkamlega einkenni eins og að vera herðabreið eða of hávaxinn eða með ofbreiðan kjálkað eitthvað annað sem að veldur alltaf ama í hver skipti sem þú lítur spegil. Þú veist, ég meina það bara, þú veist, ólýsanlegt fólki sem að hefur ekki gengið í gegnum þetta að reyna að útskýra hvað þetta er. Þetta eins og, þú veist, bara segjum það ef að þú ert sátt í eigin skilni og þú kona, þú ert sískona reynda ímyndar að allt einu morgun þú vaknir þessi kallmaður og allir í kringu þig segja við þig þú ert kallmaður, þú átt að vera kallmaður en þú veist að þú ert ekki kallmaður þú veist að þú ert kona og það að vera föst í röngu kynhlutverki er helvíti það er verri en helvíti og fyrir börn að gangi gegnum þetta þú veist, og þegar börn gangi gegnum að fara gegnum ranga kynþroska og fá ekki hormonablokkera og þau sjá, þú veist, allt innu þau eru að fá rangan hárvöxt eða eins og með transmenna þau eru að fá brjóst það veldur svo miklu kynama að mörg hver fara í mjög djúpt þunglindi taka í líf eða byrja að skera sig og ég get sagt þér að, þú veist ég veit varla neina transmannisku sem að fór ekki rangan kynþroska sem á ekki einhverja sögu geðrann vandamál út af því þannig ef þeir eru virkilega andum börn öll börn en ekki bara sum börn þá það besta sem að þú getur gert er að veita öllu börnum viðeigandi heilbrigðisþjónustu og þar með talið að veita transbörnum viðeigandi heilbrigðisþjónustu Það er hægt að byrja og berjast gegn því að ofan á þessa vanlíðan að þá sé raunverulega verið að réttlæta út heim útskúfun og ofbeldi gagnvart stóru hluta bara okkar og við sjáum þetta svo kallega kynjakerfi í hnotskurn sem kallað feðraveldi við sjáum það núna, eina birtingamyndin er að Trump ætla bara að kaupa Gaza og hann ætlar að neyða þjóðir í kringum Ísrael að taka við flóttafólki, hann ætlar að sundra palestínsku þjóðinni hann ætlar að þau láta þjóðirnar í kring taka við þeim þannig að þau verða landlaus þjóð það sem kannski sorglega er að viðnámið eða andstæðan og baráttan gegn svona yfirgangi og ofbelds yfirgangi andstæðan vill oft sundrast í mismandi fylkingar af því einmitt að menn hugsa ég nú ekkert fyrir múslima ég ekkert fyrir trans eða svoleiðis í staðan fyrir að líta á þetta það við erum á móti þessum yfirgangi gegn bara ólíkum minnihlutahópum og fólki sem öðruvísi en þessi einmitt ofbeldsfulli hvíti réttrúaði kallmaður þarna sem með þessa bók í þessar leikbók Lucifers upp á höndina og réttlættir þessa aðgerðaáætlun sem ég held að við ættum nú bara aðeins að líta á allavega ætla ég að gera það áður nú hittust næst eða þú ert til að koma til okkar reglulega þannig ég get verið svona þessi hvað segja, málsvari eða frétta, hvernig orðar ég sagði nú bara transfréttaritari okkar við varst það eitthvað töff Arna Magnea Danks þakkaði kærlega fyrir að koma til okkar hérna að rauðaborðinu og við ræddum þessa eiginlega skelfilegu bók sem því miður ekki skáldsaga
sem heitir Project 2025 og svona grundvallarrit í heimsvaldastefnu og yfirráða ofbeldisstefnu Trumpismans, má ekki segja það. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur og Pétur Fjellsteð fyrir að varpa samræðu okkar yfir til ykkar og fyrir mig 4 mínútur við rauðaborðið en höldum áfram að ræða málin. Takk. Ekki missa af sýningunni Sögur sem að verður í Gerðubergi laugardaginn 8. febrúar klukkan 2. Sögur eru samsýning á verkum fatlaðs listafólks og á opnuninni mun listafólki segja frá verkum sínum. Opnunin og leiðsögn listafólksins táknmálstúlkuð. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Verið velkomin í bókaspjall við rauðaborðið á 50-dagskvöldi. Hjá mér eins og venjulega og með mér Vigdís Grímsdóttir og gestir okkar í dag það eru 2 ljóðskáld sem tengjast ljóðstafi Jóns úr vör. Það Anton Helgi Jónsson og Anna Rós Árnadóttir sem verðlaunahafi 9 sem sagt, færð þú þá að vera með stafinn í heilt ár? Já, í heilt ár. Já, þetta eru farandbyggar. Já. Við hefðum látt að biðja náttúrulega að koma með stafinn. Já, einmitt. Það var svo vont veður, ég kom labbandi þannig að ég veit ekki hvort ég hefði þorað þig, sko. Nei, já, því þetta er dýrmæti. Þetta er dýrmætur stafur, sko. Hann reyndar orðin ansi veðraður. Já, en skrifað á hann, sko, nöfnin ykkar. Já. Já. Þetta þessi verðlaun með ljóðstafinn, það fyrir 24? Eða þetta veitt í janúar? Já, ég held að það sé þá bara 25. Það það 25. Þetta veist þú, Anton Helgi? Já, ég held að sé þetta ljóðstafurinn 25 sem þú ert að fá þó þú hafi sendt inn 24. Akkurat. En svo fékkstu grip til eigna líka. Já, ég fekk verk eftir Ástufanni. Já. Ég var mjög ánægð með það. Myndlistarverk, já. Og hvað það? Getur lýst í aðeins? Það svona eiginlega svona orðaverk eða það eru stafir, þetta semst á og það stendur svona á semst stafurinn á, myndar á. Já. Mjög flott, sko. En þú fékkst verðlaunin fyrir ljóð sem heitir Skeljar. Já. Og viltu kannski segja okkur aðeins svona frá því bara, og líka aðeins frá því þegar þú ákvaðst að senda það inn í svona samkeppni? Var það ekkert svona svolítið ákvörðun að taka? Jú, það var það, sko. Ég hef nokkru sinnum svona hugsað að senda inn í þessu keppni en svona aldrei kannski liðið almennilega eins og ég hafi haft eitthvað í höndunum fyrir einhvern veginn þetta ljóð, mér langaði svolítið að senda þetta ljóð inn þannig að ég ákvaði að gera það og var reyndar næstu búin að gleyma því og þeistist út á pósthús þarna og senustu stundu, sko. Hvaða dulnefni varstu með? Ég var með Hermann Másson. Bara eftir Guðberg. Já. Það var mitt dulnefni. Það var það fyrsta sem ég datt í hug, þannig að, yes. Hann hefur gefið bækur, mistkostningu. Hann hefur, já. Byrst í nokkrum. Hann, já. Fekk það dulnefni að láni frá Guðbergi. Þannig að þá kemur nú eiginlega upp að þú ert svona það sem kallað nokkuð vel lesin þá allavega í íslenskum bókmyndum eða eitthvað svona. Þú ert inn í bókmynda gaman að bókmyndum eða? Já, jú. Og ég er að læra bókmyndafræði í háskólanum. Ég í meistaranámi þar. Þannig, yes.
Þú hefur byrt í ljóðabréfum Tveimur tunglbréfum eða hvað? Já, fyrir jól þá byrti ég í ljóðabréfi tunglsins 2 ljóð. Og þetta þá það fyrsta sem þú byrtir og sendir frá þér? Í raun, já. En þú ert búin að gera þetta lengi, eða ekki? Jú, ég búin að vera yrkja lengi og bara svona léleg ljóð lengi. Það svona, tekur tíma að þjálfa þetta upp, held ég, sko. En þetta svona alltaf koma, held ég. Og langar að vera ljóðskáld eða svoleiðis? Já, það svo draumur. En ertu það ekki? Þú ert orðin það? Jú, ætli það ekki. Núna? Já. Og þú kannski fljótlega við vona bók frá þér, eða hvað? Já, vonandi. Já. Ég svona vonast eftir því. Þú ert með handrit tilbúið eða hvað? Já, ég með handrit. Þannig að við sjáum til. Og það verðlaunaljóðið, það hluti af sem sagt heilli bók? Já, þetta í raun sko, þetta svona einskonar ljóðsaga. Þannig að þetta í rauninu bara bútur úr lengri sögu sko, þetta ljóð. Já. En ég ákvað að senda þetta því að mér fannst það svona standa hvað best á eigin fótum sko, sem stakt ljóð. Já, í bókinni sem við fáum að lesa bráðum að þar sem þetta bara flæðandi eitt ljóðsaga. Í raun, já, í svona litlum kannski köflum eða ljóðum. Já, en þau köflarnir heit ekki neitt, þetta bara... Jú, þeir eru með nafn, sko, allavega akkurat núna eins og handritið það geti breyst, sko. Þannig, já. Spennó. Já, ég ætla nú ekki að segja hvort hann langaði til að vera ljóðskáld þar að segja, ég var ekki að segja hún væri ljóðskáld. Ég meinti samt sko eiginlega hvort þig langaði, eða sko þegar þú skráði í bókmyndafræði, var það hugmyndin að vera bókmyndafræðingur eða svoleiðis, eða frekar eins og að vera rithöfundur eða ljóðskáld? Sko, ég svona vonast til að geta samtvinnað þetta, en jú, ætli að það að vera rithöfundur hafi ekki verið svona aðal markmið. Og veistu eitthvað hvernig svo hugdetta eða svo geðveiki sem sumir kalla spratt upp? Ég held bara því að ég hef alltaf elskað bækur að lesa þær og skrifaði líka bara mikið sem barn. Ég held ég að ákveði bara mjög fljótlega bara þegar ég var kannski 8-9 ára að ég vildi vera rithöfundur. Það var svona... Hvað varst að lesa þá? Þá var ég að lesa alls konar sko. Ég var svona, þú veist, Enid Blyton var ég að lesa og bara allt sem ég gætt fundið á bókasamninu sko. Skrifaði þú sjálf svona þín ljóð í litlar bækur, svona stílabækur? Já, og sögur og svona. Þú átt þetta? Þú átt þetta ennþá? Já, eitthvað þessu. Gaman. Og var einhver lesandi, svona, áttur þú þinn lesandi hóp þá þegar? Sko, ekki beint. Ég var reyndar að, í skólanum var ég að gera svona myndasögur. Ég var svona, ég var svona, bjóti svo klippikort og seldi þú kannst fengið að lesa. Það kostaði 10 krónur, eitthvað svo leis. Þannig að það var svona eini businessin sem ég var í, sko. En hitt var bara svona fyrir mig, sko. Ég var bara í rauninni leitað þetta sem að ég væri að þjálfa mig upp í þetta, sko. Og hefur eitthvað fylgst með svona ljóðasenunni sem búið að vera dálítið lifandi á Íslandi undanfarin ár? Já. Það sem að performansin skiptir líka máli og ljóðakvöldin og þannig? Algjörlega, já. Ég fer alltaf til dæmis á ljóð og vini sem að það eru með Fríða Ísberg og Brynja Hjálms. Mjög skemmtilegir viðburðir. Alltaf bara alveg fullt út úr húsi sko. Sem mjög skemmtilegt og ég bara les eiginlega allar ljóðabækur sem kemst í sko. Og þú hefur lesið upp á svoleiðis viðburðum? Já, ég fekk að lesa upp fyrir jól þannig að það var mjög gaman. Þú ert nú svona einn af þeim sem hefur verið í framvarasveitin að gera ljóðið að svona eins og performance fyrirbæri einhvern veginn eða þar sem það alveg samtvinnað sko, ljóðið Anton, ég meina þá Anton Helgi Jónsson þú ert svona mjög duglegur að koma fram og
lesa og búa til alls konar viðburði og í dag átt að vera viðburður ekki svolítið sérstakur viðburður? Já, ég hef verið að vinna með Kristínu Lárusdóttur sellóleikara og verið að prófa að vinna saman. Þá flyt ég ljóð og hún leikur sér að sælláið á meðan og með alls konar krúsitúlnum og undanfarið höfum við að æfa stíft prógram sem að byggir textarnir á bók sem ég gaf út í haust og svo hún spunnið tónlist í kring og ætluðum að flytja þetta í Fríkirkjunni í hátíðinu en því miður bara út af veðri var frestað til 20. Jú, en það mjög gaman að finnst mér að gera ljóðið svona lífandi með á upplesturum. Og það skemmtilegir tímar núna finnst mér það mikið í gangi getur maður sagt og hefur verið að undanförnum árum og það var staðið sem mjög vel Svikarskaldin í að skipilegja þessa flottu upplestur fyrst í Koröndalsós og svo í Mengi tefla saman svona reyndum skáldum og yngri og svona fjölbreytni svo skemmtilegt og fleiri hópar eru líka í gangi með alls konar. Já, þetta eru svona ljóðskáldin er allt í norðin eitthvað svo, þau eru orðin miklu virkari heldur en bara það sem kallast venjulegi rithöfundar eða svoleiðis. Enda má segja það ekki að ljóðið er svona það hendar svo vel til upplesturs og svona til viðburða. Það er alltaf kannski meira í Austur-Evrópu sem eða ekki minn en það er svona ennþá víst svo hefð að hlusta á langan upplestur úr til dæmis jólabókum eða bókum, hlusta á rithöfund að lesa kafla úr bókum sínum. Ég held að svona við höfum minni þolinmæði í það hlustendur núna að hlusta á langa kafla. Við viljum frekar hlusta á svona ljóð er það ekki? Já. Ég hef tvisa komið til Litáen og bókmenntahátíðir og það einmitt vakti athygli mína hvað fólk gat setið lengi og hvað það þoldi stóra skamta af ljóð og bara leið vel á eftir. Var þetta ljóðahátíð? Já. Og það var bara lesin heila bækurnar? Já, í klukkutími saman. Dag eftir dag. Ég held að sé ekki bara þetta. Ég held að sé það er rosalega mikil styrkur og gróska í ljóðagerðinni í dag. Og hvort sem það eru eldri höfundar eða yngri eða breytir ekki neinu. En hann er bara meiri heldur en í skáldverkunum. Já, meiri svona tilraunagleði líka. Já, og svona endurný. Já, mikil tilraunagleði með formið og maður getur nú farið inn á þína heimasíðu Anton Helgi Jónsson og skoða hvað er til í rauninni fyrir utan það sem þú hefur. Hvað hefur þú gefið út margar bækur? Já, þessi númer ég ætla hans ekki númer 11 eitthvað svolítið en eins og ég reytist ekki á að segja ég nenni ekki að tala mikið um bækur því að þegar ljóðið er annars vegar þá er það mitt þar mann að taka í reikningin þetta líka það er hægt að lesa upp ljóð og það er gjörningur sjálfur sér það er að sína ljóð og ljóð og allt þetta og svo náttúrulega eins og þú varst hérna einhvern tímann við Rauðaborða að tala um tímaritið Són sem að var nú því miður ekki minnst á hérna þegar að vera að tala um bókmenntaumfjöllun í ræðu á Bessastöðum út af bókmenntaverðlununum þá glemtist að nefna hvað hefur mikil raunverulega bókmennta skrif og umfjöllun í þessu tímaritinu Són. Já. Og þú myndir segja að það er líka viðburður ef þú sendir til dæmis ljóðabálk eða ljóð í slíkt tímarit þá telst það svona sem viðburður þannig að þeir eru ekki bara að telja bækurnar þú ert að meina svoleiðis. Já, ég er að meina það ég held að ljóðið er á mikið fleiri stöðum heldur en bara í bókum skáldana. Það er á hreinu maður sér það náttúrulega þegar maður svo ljóðum plöntur og fugla eru þau til dæmis nokkuð í einhver bók allir þessi ljóð eftir þig þau eru bara út allt. Já og fyrir utan það náttúrulega svo getum við að fara að tala um ljóðin sem eru sungin
og tónlistamenn flytja sko. Þannig að ljóðlistin út allt og á mikið fleiri stöðum heldur að gera sig grein fyrir sko. Það eru sko sem gamlir kunningjar mínir sko, þykir ennþá svakalega fyndið að segja við mig brandarann og hvað keypti einhver bókina hérna daginn sko. Vegna þess að það frægt að ljóðabækur seljast ekki í tugum þúsunda eintaka og þá svona stundum reynt að dissa þær út af því en þá segi ég á móti að ljóðið það laumast inni við það. Og ekki líka ljóðabækur kannski þær bækur sem seljast síðan allt árið, þær eru kannski síður tengdar við jólabókaflóðið eða eins og þetta sem þú sagt Vigdís stundum eins og eftir jólin þá eins og bara bækurnar séu orðnar úrheldar. Já, því miður sko. Jólabækurnar. Markaðurinn lætur þannig. En munið eftir þú örugglega lesið í Afahúsi. Býttu við. Eftir Guðrúnu Helga. Já, alveg örugglega. Það stelpa þar sem að pabbinar ljóðskáld. Það agalegt. og hún náttúrulega þráir ekki heitar en að einhver kaupi bókina. Þannig að hún fer í einhverja búð sem þarna hornir rétt hjá Hlemmi og fer þar inn og fer að njósna og þá sér hún mann sem þarna með bók og það bókin hans, pabbinar og hún segir, þú skalt endilega kaupa þessa og maðurinn gerði það og þessi kafli heitir, ég get aldrei gleymt þess að ég var að lesa þetta fyrir krakkanum mínu sko. 1 eintak seldist þó alveg nóg en þessi klísja kannski sem náttúrulega í ljóði rata til sinna en það ratar eftir miklu fleiri leiðum í dag heldur en þá En eru ljóðin sko upplesin því nú hlusta svo margir á hljóðbækur er upplestur ljóða eitthvað eins og Storytel og hljóðbókum Blindrabókasafnsins nú bara man ég það ekki Ég held að sé sko hjá Blindró sko hljóðbókasafninu Það eitthvað á Storytel held ég en það ofsalega lítið og það ekki heldur allar sögur þetta fennu ekki Ég verður að segja, ég frétti að því haust frá konu sem að bendi mér á það sem nýtur þjónustu ljóðbókasafnsins sem annars held í lokaður heimur það getur ekki hver sem að það væri komin bók eftir mig inn þar og ég fekk að koma og heyra hvað þetta væri þá var það Sigurður Skúlason leikari sem að lesa upp þessa bók Ég hugsa mig og það ég bara var alveg bara orðulaus vegna þess að þar kom alveg ný víti í þetta sem að ég hefði Las hann þessa bók? Já Og vinur Vors og Blóm hún ekki til? Nei, ég veit það ekki En allavega það hægt að gera góða hluti í upplestri og ljóðum á svona veitum sko en því miður þá nú svolítið synd að þetta apparat við stundum verið kvartaði við að það ekki duglegt í að skrifa bréf og það ekkert verið að hafa samband við höfund og síðan nú ætlum við að láta leikar að lesa bók eftir þig eða bóka við lesin eftir mig svo fréttum að bara óvænt út í bæinn Já, ertu að meina eins og með hljóðbókasafni þeir gera það reynda hjá Storytel þeir hafa samband sko en ég held að sé nú líka að það var þannig hjá hljóðbókasafni en þú vissir það ekki fyrir það var búið þú ert að meina það Já, en það var mjög ánægilegt ekki það leðilegt þurfa að kvarta en það sem ég vildi segja að það eru lesarar sem að geta lesið upp ljóð og það hægt að njóta þeirra sem hljóðbóka alveg frábæran hátt dæmi ég af þessu, ég hef reyndar hlustað á fleiri bækur annars staðar sko En það svona eins og með Storytel bara því þú ert að kvarta vilja nú styðja svona við þína þitt ekkert ekki kvörtun þetta bara svona ábending að rithöfundasambandið nú bara nýverið búið að endur nýja orðsendingu til rithöfunda að sniðganga Storytel af því að þeir
misvirða svo kjarareglur eða svona taxta og þannig og borga ekki höfundunum fyrir og láta ekkert vita og allt svoleiðis sko. Þannig að einmitt það svolítið leiðilegt fyrir höfunda því þeir eru svo glaðir að því verða að lesa bækurnar og deila þeim. Já, ég held líka sko, ég vona að finnist lausn á þessu. Ég kann ekki, þeir eru til og það þarf einhvern veginn að semja en ég er alveg sannfærður það ef það er eitthvað sem að getur bjargað íslenskri tungu núna þá er það að fleiri fara að hlusta á lestur. Og það er ótrúlega hvað fólk er að hlusta á mikið af bókum núna heyri ég bara út allan bæ og ótrúlegasta fólk sem hlustar á bókmenntir í bílunum og hvar sem er. Við hérna við Rauðaborð okkur langar til að fara að safna svona ljóðalestri og kannski fá að nota svona kannski til þess að sitja á milli dagskráliða en ég mitt maður þarf að athuga með höfundarétt og allt svoleiði sko en allavega er gaman að safna því sko bara inn í þáttunum þannig að það er spurning hvort að við mættum biðja ykkur að þess kannski núna eða eftir að lesa smá glefsur við erum að heyra velunarljóði sko og svo verður nú Anton að lesa. Viltu vinda því það núna eða það ekki bara? Þú varst að biðja að fá að heyra eitthvað í kringum ljóðið meira? Já, segja eitthvað meira. Já, segðu bara frá svo sendur það. Já, ég endaði að senda já, þetta var svona frekar lengi í smíðum þetta ljóð. Ég held að ég hafi byrjað á því fyrir svona kannski 2 árum síðan eitthvað svoleiðis og það byggir á þjóðsögu sem að ég las einhvern tímann og satt svo í mér og ég er búin að gleyma hvað hann heitir ég veit ekki alveg hvort ég man hann alveg rétt þannig ég tók mér svona það skaldaleyfi að bara að fara eftir minni einhvern veginn þannig að byggja svona lauslega að þessari sögu sem að er sjómann sem að er spáð sjódauða og endar á því að drukna í polli undan blautum sjóstökkum þetta er ótrúlega saga finnst mér og svo hálf surrealísk einhvern veginn og ég var svo mjög lengi að reyna mér langaði einhvern veginn að nota þessa sögu en mér fannst hún eiga heima í handritinu og það tók mér bara mjög langan tíma að koma inn í ljóðaform sko. Margar tilraunir og ég gafst upp oft en svo svona endanum fannst mér að smella og já, ég bara endaði að vera mjög ánægð með þetta ljóð og hvað að senda það inn og hér er ég þannig að já, á ekki bara að lesa það. Jú, endilega. Jú, takk. Ertu með handskrifað bara? Ég er með handskrifað. Ertu með í þessari bókina? Nei. Sem ljóðið er hluti af? Ég er bara með þetta ljóð því ég keypti mér nýja bóka því að mér fannst einhvern veginn það þurfti sérst að taka upp mig lesa fyrir ljóðstafinn og ég langaði að vera með einhverjum svona flotta stílabók þannig að það er ekkert í henni nema þetta ljóð Já Skeljar Öll hús eru hús við sjóinn en maður bara fylgir lögnunum nógu langt eftir stundum þegar hún krýpur á köldum flísunum finnst henni hún heyra daufan óm af fuglagargi upp úr klósettskálinni. Og þá hugsar hún söguna af sjómanninum sem var spáð sjódauða og hætti að róa út. Hvernig hann flutti eins langt inn í land og hann komst. Hætti að borða sjávarfang var tortrygginn út í hvern einasta vota stein sem varð á vegi hans í mörg ár.
Þangað til einn daginn að hann sofnaði á verðinum. Bauð 2 skipbrotsmönnum gistingu. Hún hugsar sjóstakkana þeirra, hvernig þeir hengdu þá upp og hvernig það draup af þeim á forstofugólfið yfir nóttina. Hreyfingarlaust andlit mannsins í pollinum í dögun. Að lifa að sofna á verðinum. Að deyja að sofna á verðinum. Eins og járnsmiður, hugsar hún, sem gerir vettvangsrannsóknir á skósólum. Eins og kona sem spáð sjódauða en flytur samt inn í hús þakið skeljum. Takk fyrir. Takk. Þetta hrífandi ljóð. Það þessi svakalega slaufa þetta í lokin. maður tengir bara óvart við alls konar í daglegu lífi, sko. Já. En maður það er svolítið gaman að vita að það sé áframhald að þetta sé hluti af starra verki, að því maður einhvern veginn komin inn í þessa frásögn einhvern veginn og væri alveg gaman að heyra meira. Já, þetta einmitt þannig, sko. Já. En þótt að við fáum kannski ekkert að vita meira hvað gerðist þarna mjög dularfullt, sko, og maður skrítið þegar maður les ljóð, en nú ég búin að lesa þetta og ég spurði mig ekkert einu sinni en núna allt í einu fór ég að hugsa að því að maður svona við mikrofón, þá fer ég að hugsa að því ég að hugsa sko hlustendur og áhorfendur líka. Hvað gerðist þarna? Þeir hengi upp sjóstakkana og það drýpur af þeim og svo bara allt í einu hann drukknaður, það er svolítið stórt. Já, akkurat, sko. Stór eyða svona. Og það er þannig í upprunalegu sögunni, sko. Þess vegna hún eitthvað svo... Þetta svolítið surrealist eða ævintýralegt, sko. En það merkilegt hvernig tekst að vefja, sko. Það sko heimur inn í heimi einhvern veginn, sko. Og þó þetta sem mjög einhvern veginn allt liggur beint fyrir og opið, að þá endalaust hægt að túlka þetta. Þegar þetta bæði hérna hús, en líka finnst mér þetta að vera höfuð og maður fer inn í manneskjunu eða höfuð hennar og rekur sögur og þjóðsögur og annað slíkt. Og hvernig það hluti þá af lífinu í dag. Og svo þetta ekki svona kona sem einhver sem liggur eða krýpur á baðgólfi, það nú eitthvað svona, það eitthvað aðeins það einhver skelfing í lokin, sko. Já, eða svona, það einhver hugsanleg vanlíðan eða kvíði kannski sem að Já, þetta svona svolítið kvíðaljóð. Þú hefur nú ort nokkur ljóð kvíðan. Já, einhvern gaf ég það út að ég væri áhuga maður kvíðan, en var það bæta við seinna þá tekið það fram að það svona heimsbyggilegur áhugi. Já, ég ekki að spyrja hvort þú sér mjög kvíðin, sko. Nei, en það gott að taka það fram samt vegna þess að svo hefur maður kynst því að hvað kvíði getur verið svakalegt fyrirbæri og vondur að eiga við. Já, það er bara mikill óvinnur, sko. Já. Kvíðin. Nei, jú, ég hef gjarnan ortum kvíða með einum að öðrum hætti. Kvíðin nú svolítið svona óvinnurinn, hann nú svolítið skáldskaparvekjandi eiginlega, finnst mér allavega svona, hann alveg kallar á annarkvort að maður rífi sig út úr kvíða með reiði eða maður rífi sig út úr honum með skáldskap eiginlega, er það ekki svona? Já, það rífi sig ekkert út úr honum, sko. Ég held að það sé líka mjög algengt, það sé maður fær kvíðapillu bara til að komast út í apótek, en ég held að það þurfa að vinna með hann og ágætt kannski leiða að yrkjumann, ég veit ekki. Yrkjumann eða bara yrkja út frá honum svona, já. En nú hefur þú fengið þessi verðlaun, Anton Helgi, þessi ljóðstafur Jóns úr vör. Já, og fyrir þá hlustendur sem að koma dettin í spjallið, þá sitja hérna 2 ljóðskáld hjá okkur, Vigdísi Grímsdóttur, það Anton Helgi Jónsson og Anna Rós Árnadóttir, og hún fékk núna nýverið janúar þessi verðlaun sem eru mjög virt
ljóðaverðlaun og þetta er ljóðstafur Jóns úr vör og þú þú hefur fengið 2 þessi verðlaun og hefur setið í dómnefndum þannig að þér hlýtur að þykja svolítið vænt þessi tilteknu verðlaun. Já, ég verð að segja það og mér finnst ég verð að hrósa Kópavogsbæ og þeim sem að standa þessu fyrir það hvað þetta hefur þróast vel og vel að þessu staðið á allan hátt og eins og á kvöldunni þegar þú tókst við þetta svona skemmtilegt upplestara kvöld og það vel kynnt innan bæjarins og samfélagsmiðlum og annað slíkt og það er gert vídeo með upplestir í skáldsins og fleira og fólk mætir þarna en það ber að geta að bæjarbúar voru hansist niður fyrir 10-15 ára síðan ákvaðu að breyta, að víkka út þessa samkeppni, ljóðasamkeppni að hafa ekki bara samkeppni ljóðstafi Jóns úr vör heldur undirdeild þarna ljóðasamkeppni grunnskólana í Kópavogi og það gefur þessu svona alveg mjög sérstakan svip og það hefur hefnast þar líka einstaklega vel og það er alveg dásamlegt að bara heyra í krökkunum og sjá fólk koma og mæta pappar og mömmur og afa og ömmur og þú veist hvernig fólk tekur þátt í þessum viðburði saman. Og það í sama viðburði þá þessi keppni og það 2 verðlaun veitt eða fleiri jafnvel? Já, veitt fyrst þessi verðlaun grunnskóla keppninar og lesin upp svona ljóðsamhljóta verðlaun og viðurkenningu og síðan lesin upp ljóðsamhljóta viðurkenningar og svo sett í 1. og 3. sæti. Já, ég verð að segja það þetta eru flott verðlaun og Eru þið ekki búin að vera í svolítið mörg ár? Þessi ljóðstafurinn búin að vera þarna síðan 2001 2000 Jón dó Jón vinur okkar allra Jón úr vör svo góður. Það hans skáldanafn. Hann gerði sína ódauðlegu bók sem hann stundum aldrei fúll yfir því að engin mann eftir mér nema af því að ég var höfundurinn á þorpinu sagðan. Af því ég hef orðið svo margt sem er líka jafn gott sagði hann. En hann var yndislegur fyrirgefðu. Já, en þú þekktir hann þess að sagt. Já, bara svona bara svona málkunni á hann og það er náttúrulega lesið þorpið aftur að bóka áfram og svo deyr hann að ég held að Kópavogsbæjar hafi stofnað þetta 2001. Já, og það ég get sagt frá því, það voru 2 skáld sem fengu þessa hugmynd það var mikið aktivitet í Kópavoginum á þeim árum svona ljóðaklúbbar og það var skáldið Kjartan heitinn Árnason og Hrafn Harðarsson sem var að bókasafn kokkuð upp þessa hugmynd sem ég held að Kjartan hafi fengið hann og kom hann í gegn í stjórnkerfinu einhvern veginn og nú var liðin 20 eitthvað ár og mörg skáld hafa fengið verðlaun og mikil hamingja í heimi og gaman. En nú hefur þessum verðlaunum verið sleppt tvisvar. Veistu akkur það bárust ekki nógu mörg ljóð eða nú er það alveg upp í 300 ljóð sem berast. Já, það er svona, ég held að meðaltalið sé upp undir 300 ljóð sem hafa verið 270 held ég hafa komið núna Þú segir hvað þetta er mikið og þetta er náttúrulega alls konar getum við sagt af þegar maður fer í gegnum bunka með 270 einsendum ljóðum þá maður fljótur að vinsa úr það sem maður sér bara frágangi og öðru það kemur ekki til greinar og svo maður komið með 3 bunka hérna fyrir fram að sig og fyrir alltaf að þrengja úrvalið og hittir svo annað fólk í dómnefndinni og fólk verður að bera saman bækur sínar. Eru menn ekki yfirleitt svona svolítið ósammála? Eða þú er ekki alveg stór svona? Það getur verið stundum það en stundum líka eru allir sammála bara leið
En ég maður talandi þessa bunga, ég segi stundu söguna því mér gaman að segja hana með Ástu Fanneyju sem að fekk verðlaunin fyrir árum síðan sko. En hún lendi mitt í þessum bunga hérna, maður bara tók frá drastlið strax sko. Svo var það ekki fyrir það hjá mér allan sko, svo var ekki fyrir að ég fann að hitta samstarfsfólk mitt og til þess að undirbúa þann fund þá fór ég gegn bunkana aftur sem var ég nú örugglega að velja rétt sko. Þá las ég þetta sem að var á einhverjum miða sem var svona rifin úr bók, handskrifaður og frágangurinn sem sagt ekki til fyrirmynda. Það var sem sagt sko strongi gamli kennarinn í mér sem hafði ítt þessu frá. Og þá bara fattaði ég allt hérna, hérna verðlaunulega. Þannig að það eru ævintýri. Það eru þetta ekki ágættis mistök í lífinu? Ég sem betur fyrir urðu það ekki mistök það var ég endurskoðaði álítið en það eitthvað allavega ég hef rætt það áður hérna svona einhver fúll kall inn í mér eða fúlugla verið svona á einhverju ég var að reyna að rifja upp af einhverjum ástæðum ég svolítið svona móti svona verðlaunum eða mér svona einhvern veginn í nöfn við verðlaun og hef ekki sendt og lofaði sjálfur mér held ég bara því ég var bara unglingur senda ekki ljóð í svona og ekki verk í keppni og ég bara man ekkert út á hverju það var einhver pirringur út í þessa hugsun að það væri einhvern veginn hægt að velja eitthvað að einhver dómnefnd væri óskeikul eða sko ég bara veit eða líka kannski að maður bara þessi biðstað held ég þú segir að fara út á pósthús að ég man eftir þegar maður var alltaf að nota sko póstþjónustuna ég skrifaði svo mikið af bréfum og hvað maður gæti verið óbæðslega óþólamaður að fá sko bréf tilbaka og fara í póstkassan bjó útlöndum alltaf að fara í póstkassan að ég hugsaði að vera líka það sko einhvern veginn að senda svona frá sér og geta þá ekki heldur sko endurskrifa það vera einhvern veginn raunverulega að senda það frá sér og byrja þá að endurskrifa það og þá má maður ekki senda sko nýja versjón það einhver svona en sko þannig raunverulega ég búin að afhjúpa að þetta bara vitleysi í mér að vera svona móti bara einhver þöngulhausaskapur sko þannig að þetta greinilega mjög jákvætt maður heyri það af öllum sem fá svona þetta og einmitt þetta hvað eru margir sem taka þátt og þetta svona örvandi og hvetjandi fyrir alla umræðu eða hvað sjáu þið nokkuð meinbu á þessu, þetta ekki bara jákvætt? Ég held að við getum sagt að þetta viðhorfa sko þessi neikvæðinni gagnvart svona samkeppni sé viðhorf gamalla tíma og á bakvið það kannski hugsun sem segir það ekki hægt að keppa í list og það ekki hægt að ræða list en við sem flett upp í heimspekjubókum vitum að það hægt að diskutera allt og það líka hægt að gera grein fyrir hvað góðu ljóðlist eða vond ljóðlist maður býr til alls konar stála og ef við höfum gaman á bókmenntum þá getum við haft gaman að þessu líka ég held að á undanförnum árum þau viðhorf hafa breyst sko, og þín kynslóð tekur þetta miklu sjálfsagara Já, alltaf ekki Ég hef ekkert spáðnett brjálæslega Þetta viðhorf sem þú lýsir núna á það er bara mjög gamaldags ég þekki það mjög vel sjálf og ég veit fullt af höfundum sem eru svona gamaldags svo þegar maður fyrir að lesa þessa höfunda og eru þeir það náttúrulega svo eru þeir gamaldags þeir eru mjög gamaldags nema við Oddný Nei, jú, maður er gamaldags Nei, en líka, svo eitt sem ég kannski með annað líka það er að setja það er sjálfsagt gamaldags líka en það er þetta bara með að setja alla hluti upp í svona verðlauna keppni eins og í skólakerfinu það sé einhver sem fær gullið og einhver fær svona íþróttamennskan einhver sé lélegastur í liðinu og þetta sé og þessi sé í tossabekkunum og þú veist raunverulega andstaða maður kannski við það í grunninn sko en þá kemur hvað maður hefur upp á að bjóða annað ég veit það ekki sem með þá sko En þessi tökum við sko jákvæða hlutan í þessu þetta lyftir
ljóðinu. Jú, það er þetta lyftir bókunum. Við vitum öll þetta að nefndin, það eru 3 í nefndin eða eitthvað svona og þeir hafa mismunandi smekk og þeir deila sín á milli og allt þetta. Að það er enginn sem er búin að finna sannleikan ennþá því þá er þetta náttúrulega búið. Nei, þetta er ekki svona, en það kom bara í hugmynd þegar þú nefndi grunnskólakeppnina að það væri verið að veita verðlaun og þá hugsaði ég að ég hef líka verið í dómnefndum þar sem ég var alveg óbáslega ósammála þarna og mér fannst bara einhver texti og ljóð sem að mér varst bara skemmtilegasta og hinir ljóð, sem hinir nefndir bara voru með það í algjörum ruslflokki þannig að það hugsaði ég svona kannski viðkvæmt í barnaskólum að vera með svona en kannski er þetta ekkert kannski þarf bara að herða fólk líka upp Já, ein gagnrýni á svona keppni í listum eða bókmenntasamkeppnir og annað slíkt gengur út af það og ég tek alveg undir það að það er alltaf hætta á að dómnefnd vilji leggja allt upp úr samkomulaginu og þá getur það orðið til þess að það verður það sem allir vera sammála er eitthvað miðjumóð sem að enginn vill í rauninni berjast fyrir en af því að það er svona við erum að ná sátt í nefndinni. Já, þetta er alveg rétt Þetta er hætta sem alltaf kemur ekki bara í varandi bókmenntir heldur margt annað svona og þess vegna ég veit ekki hvernig er hægt að komast hjá því það, til dæmis þá getur við verið betra stundum að það sé bara klárlega álit eins manns eins og er með íslensku bókmenntaverðlaunin að lokum er það bara einn maður sem velur Nú er það svo? Já, fyrst er það nefnd og svo þrengist það í einn mann sem að tekur ákvörðunina Nei, ég held ekki, það er samkomulag ég verið í þessu En er það ekki svoleiðis á síðasta stíð eftir? Já, það bara samþykja val nefndarinnar, undir nefndarinnar. Að það er þessi bók sem á að fá verðlaunin, Það er kannski breytt en það ég var í þessu. En að mest kosti, það er margt sem að maður má diskutera í þessu hvað er gott og ekki. En varðandi börnin og krakkana og keppni þar, þá verði ég nú að segja bara alveg eins og það er fyrir okkur sem að gátum aldrei sparkað bolta eða gripið eða neitt svona þá er þetta svo mikil frelsun að hafa eitthvað annað og hafa einhverja fjölbreytni listir og bókmyndir sem að Já, en svona með krakkana líka það ítir undir lestur Já, akkurat, ég held að þetta sé mjög mikið hvatning fyrir þau allavega sem fá ég held að ég hafi fengið einhver svona grunnskólaverðlaun einhver tíman og þá fekk ég held ég Þórarinn Eldjárn Óþæla ringla bókina og hún var alveg biblía hjá mér á sín tíma þannig að ég held að það hafi líka haft mikil áhrif á þessa svona ákvörðu sem ég tek sem barn þetta sé það sem mér langi að gera Sjáðu Þórarinn, nú getur við þekkað honum þetta Já, og þessi verðlaun sem þú fékkst í grunnskóla þessa viðurkenningu þetta er svona viðurkenning það má líka bara sjá það sem en getur við þá ekki sagt að núna þessi verðlaun sem eru mjög virt og svona og þykja mitt skemmtileg ekki bara út af þessum staf heldur líka verið einhvern veginn gagvart Jón úr vör gagvart einhvern veginn að það er eins og þú ert að segja Anton Helgi þetta er einhvern veginn skemmtilega viðburðir og heldur þetta ekki hafi svolítið áhrif á þig svona hvetjandi að þú takir af skarið til dæmis og gefur út þessa bók kannski hefur ekkert gefið hann út eða hvað strax Nei, akkurat jú algjörlega mér finnst þetta bara mjög hvetjandi fá svona viðurkenningu Já, mér heyrist það ég heyrst það á mörgum það er mjög misjast hvernig fólk tekur hvatningu þetta er mikil hvatning fyrir marga mörg skáld fyrst ég bara að koma út með að fara á pósthúsi með þetta svo fast að lýsa svo vel á þann og síðan þá að standa við það gagvart öllum heiminn með því að halda áfram trú á draum sinn og annað slíkt ég að því við erum að tala okkur gamla fólkið og gömul viðhorf ég finnst það mjög áberandi hvað fólk á þínum aldri
kann að taka til sín svona hrós miklu betur heldur en var kent áður sko, það var og það og fólk líka gleðst saman og stolt yfir því að ekki endilega fá fyrstu verðlaunin að fá viðurkenningu og vera með sko. Og það Þetta eitthvað komplex hjá okkur eldri kynslóðum að einmitt bara viðurkenningi bara fyrir ávísun og kvíða, talandi kvíðan Já eitthvað svoleiðis, einhver flækja Það náttúrulega kynslóðin þín Anna Rós hún ekki alin upp fyrir þöggun það má tala til dæmis tilfinningar, það má tala áhugamál það má hafa sér skoðun sko, nú ætla ég að taka okkur saman því hún náttúrulega sko miklu yngri þú ert 55 eða ekki? Jú. Já, okkar kynslóð ekki alin upp fyrir það sé verið að hvert og hveina sko, það má í rauninni ekki þess vegna erum við svona illa haldin að kvíða nei þið sjáðu ykkur samt með skáldskap þið máttu það en þið máttu ekki vera svona sem höfundar nei, þið máttu ekki nei, það skipti miklu máli að þess var ekki verið að skrifa þetta eða hitt sko. Ég held að þetta sé hverfandi og það svo gott og það partur af þessu frelsi sem að þessar ungu manneskjur hafa sem yrkja svona vel og fara í gegnum þetta nám og taka þetta allt inn innan frábæra heim sko, sem við fengur reynir ekki þannig að skiljið nú einhver af þessu til okkar þannig að við lögumst kannski En eitthvað samt kvíðvænlegt við þennan bókmennta heimsuna sem þér finnst eða finnst þér vera bara upplifur einhverjar hömlur á því eða svona, hvernig horfir þetta við þér? Sko ekki hinga til, ég bara fengi rosalega jákvæð viðbröð en þú veist, það náttúrulega ekki kannski sjálfsagt að það verði bara velun eftir velun eða þú veist, ég alveg undirbúin undir það að það verði kannski eitthvað mótlæti Já, en ég meina bara líka að þú bara heyrir talað bókmyndur og svolítið hvað þið líst þér á þennan heim sem þú ert að þá stíga inn í sko. Mér finnst það mjög spennandi en líka alveg ég er líka alveg búin að vera pínu kvíðin eftir að ég fekk þessi velun sko. Ertu þá að hugsa já, nú er ég búin að fá þessi velun, nú er ég að gera minnskvæmst aðeins betur ef það er hægt og kannski segja allir þeir ómulegt hjá minn og að því ég er búin að fá þessi velun já, sko það er svona lægið í staðmanni en ég er svona reyna að vera ekkert að gefa því mikið pláss sko, maður verður bara held ég að skrifa það sem mann líður eins og maður þurfa að skrifa sko þannig að en svona, svo er ég búin að vera mæti viðtölu svona og það er líka stressandi og svona einhver ég var líka bara þegar ég fekk símtalið sko að ég hefði unnið að þá bara hvernig skellti ég á og var eitthvað býtu Hérst þú var einhver vinkonin að gera að Já, ég var eitthvað svona býtu sagðum fyrsta sæti sagðum kannski þriðji hljómar svolítið svipað svo, nei, það hljómar eiginlega ekki svipað þannig ég var svona lengi vel var ég svona já, þeir munurgla ringja og segja heyrðu, þetta var einhver miskilningur eða þú veist, það var svona alls konar tilfinningar sem komu upp sko, þannig en ég held að það sé bara eðlilegt sko Já, en heldur þetta hafi verið raunverulegt gekkstu nokkuð þessi velun var ekki sniðið þetta myndi enda þannig þetta væri ekki þannig Akkurat, sko. Já, ég bara trúði þess eiginlega ekki fyrir en að þetta var lesið upp þannig á aðtöflunni og ég er með stafinn heima þannig að ég Já, við höfum kallaði til að skila stafnum og Anton Helgi að koma hérna og ég ætla að lána þér hækjuna þú hefði lett í vitleysum bunka þetta hefði verið mistök Ég reyndar heyrði sko sögu ég veit reyndar ekki hvað er til í henni að það hefði einhver tíma verið hringt í vitleysan Já, það er alveg rétt Er það ekki? Er það? Já, það er til En eitthvað leiðinlegt og var það síðan bara leiðrétt? Nei, það var bara látið við þetta að væri vitleysa en í alvöru og sko, viltu lesa fyrir mig þetta ljóð hérna ég skrifaði það niður, þú átt það Ég? Já, að við skulum segja það hafi verið mistök líka sko. Þú spurð, getur þú lesa þú kannt hana kannski Já, býttu við, þetta er Þetta er hljóðljóð Þú lest þetta inn
inn á band. Nei, þetta eru mistök, sko. Þetta er líklega ljóð sem er úr bók sem heitir Ljóð á vættarmóti. Já. Sem hugsað svona eins og að alls konar fólk sem kemur saman og er eitthvað að deilera lífið og tilveruna. Já, þá spyrir það. Ungir og gamlir og hér er einhver rödd sem segir: Þú spyrð hvað hafi orðið úr mér, hvað ég hafi afrekað. Ég hef gert ágætis mistök í lífinu. Ágætis mistök. Já, mér finnst það frábært. Þetta er frekar flott. Ljóð. Já, maður getur verið stoltur á mistökum. En segið mér nú er sko ljóðmælandinn, hann er ekki í fyrstu persónu hjá þér. Nei. En þegar hann er í fyrstu persónu, halda menn þá ekki að þetta sé persónulegt? Jú, það er mjög erfitt að komast undan því. Ég þekki það vel, sko. Mjög vel. Og svolítið skrítið stundum, sko, að því að maður fær svona spurningar svona eins og verið að tekka á einhver, sko. Já. Eða tala um þegar það hefur gerst í alvörunni að margir konavinn hefur fengið svona spurningu sem var eiginlega býttu við er ekki Anton alveg búin að ná sér á veikindunum. Og þá grunar maður, var viðkomandi að lesa þarna. Já, einhvern ljóð sem er eitthvað fyrstu persónu ljóð og segir til dæmis kvíða, ég segi það ekki. Já. Jú, þetta er þetta er svolítið galli og erfitt, en þetta er skemmtileg aðferð, sko. En býr líka til kraft eins og í þessari bók sem ég gaf út í fyrra sem heitir Ég hugsa mig. Þar er algengast orðið persónuform nafnið ég og er svona dálítið mikið af því. Já. En að minni hálfu er þetta hugsað sem mörg ég, margt fólk. En auðvitað vissi ég það allan tíman að sko ég er þarna líka og það gefur þessi óvissa gefur þessu kraft á einhvern leið, sko. Getur þú lesið eitthvað úr bókinu kannski fyrir okkur núna, eitthvað sem þú ert vissum að muni, eða ekki vissum, en leiðu okkur að gruna þig að geti skapað einhver óvissu? Já, ég get ég ætla bara að auglýsa þennan viðburð okkar Kristínar sem verður í Fríkirkjunni 20. febrúar klukkan 12. Þá les ég flytt texta sem eru að mestmegnis úr þessari bók og það er svona þema í gegnum að þetta eru ýmsar sirpur svona sem leynast í þessum ljóðabálki og ein sirpan í henni er alltaf komið eitthvað inn á hlébarða á einn eða annan hátt og það er svona hlébarðar eru grunnurinn í þessari ljóð og tónlistar sirpu sem við Kristín Lárusdóttir ætlum að flytja og ég ætlum að leyfa ykkur að heyra upphafsljóðið í því. Ég endist vel á biðstofunni, gleymdi mér yfir tímariti sem láðar á borði, fátt truflaði mig eða ángraði fyrir ég heyrði nafn mitt kallað í miðri grein. Læknirinn hlustaði mig í bak og fyrir en sýndi engin svipbrigði nema við sargið sem heyrðist þegar hlébarðinn snirti þófa sína með tungunni. Á leiðinu út vaknaði forvitnin í mér fram á biðstofunni satt hóstandi kona og fletti tímaritinu sem ég átti eftir að klára. Ég ákvað að setjast og bíða. Takk fyrir. Þú ert ekki með hin ljóðinu þín? Nei, ég er ekki með þetta meira miður. Glemdum að koma með ljóðabréfin.
En við getum bara þakka þér aftur fyrir að hafa lesið þetta og bent fólki á sem bæði hlustundum og áhorfundum að það er hægt að sjá hana að lesa þetta ef menn heyra það aftur eða í fyrsta skipti bæði hjá RÚV og hjá Kópavogsbæ. Og til hamingju aftur með. Já, til hamingju auðvitað. Og takk fyrir að lesa upp hérna áðan og mér finnst það nú Mér fannst það eiginlega fallegast til lesturinn hérna núna í þriðskipti. Kannski það bara að heyra það svona. Já, þegar þú heyrður hann að lesa svona. Já, og hérna auðvitað gaman að vera búin að heyra þess líka ljóðið. En tíminn okkar nú bara á þrótum í dag. Kæra þakki fyrir að koma til okkar með ljóðstafinn eiginlega. Koma hérna sem vinningshafinn og fyrrum vinningshafi og dómnefndar aðili í þessum. Þú verður kannski einhvern tímann beðin að vera í dómnefnd þessara verðlauna. Hver veit. Þá verður þér vandi á höndum og að lesa öll þessi ljóð sem berast, hvað 300 stykki eða meira. Búist við því. En dásanlega þetta með ræmuna sem að fór í ruslflokkin. Verðlaunarljóðið sem fór í ruslflokkin fyrst. Segir okkur allt umgjörðina. Þetta segir bara það að maður þarf að hafa augun opin og gefa allir fylgjast með. Eða eins og þú segir einmitt í ljóðinu, hvað var það aftur, byrjar á vaff, sofnum á verðinum. Já, einmitt. Það ekki? Það svolítið dularfull. Lífið. Hvaða setningar það? Að lífa að sofna á verðinum. Og deyja að sofna á verðinum. Já. Og allt þar á milli að sofa. Það er yndislegt að fá ykkur. Takk fyrir Anton Helgi Jónsson og Anna Rós Árnadóttir, ljóðskáld, og Vigdísi Grímsdóttir. Þakka ég fyrir að vera með mér hérna og hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í bókaspjalli og ljóðastund, og Pétri Fjellsteð fyrir að flytja ljóðin og umræðina yfir til ykkar. Og við höldum áfram við rauðaborðið að ræða málin eftir smástund. Takk. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og velkomin hingað að rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér hún Rannveig Traustadóttir. Emeritus við Háskóla Íslands í fötlunarfræðum. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Ég rak augun í svolítið skemmtilegt verkefni og var bent að tala við þig varðandi myndlist og þessi samofið svona fötlunarfræðin og myndlistin uppskera. Getur þú sagt okkur aðeins frá þessu? Já, ég bara segi frá því með mikil ánægju. Þannig að fötlunarfræði sem er mjög ung fræðigrein við Háskóla Íslands, og ég get útskýrt hvers konar fræðigrein það er bara á eftir að fólk hefur áhuga á. En við eigum 20 ára afmæli þessar mundir og við höfum unnið mjög náið með grasrótinni, með samtöngum fatlaðs fólks, með fötluðu listafólki og öðru fötluðu fólki sem er á vettvangi, og okkur langaði til að halda upp á þetta 20 ára afmæli með því að efna til fræða, lista og menningarhátíðar þar sem að við komum saman mjög stór hópur og gerum sýnilegt þetta framlag sem að fatlað fólk hefur til íslensk samfélags, menningar og lista, og er mjög ósýnilegt fyrir flesta, en er alveg óskaplega lifandi og skemmtileg partur af íslensku samfélagi og gleðilegur, og okkur langaði líka til að gera eitthvað virkilega gleðilegt, eitthvað ánægilegt og eitthvað skemmtilegt, sérstaklega af því að það er oft talsverður þungi yfir þessum málaflokki og neikvæð umræða að fatlað fólk, þetta sé svo dýrt, og þannig að okkur langaði til að birta aðra mynd opinberlega sem að sýnir aðra ímynd heldur en fólk sem er eitthvað bara þykjendur á bótum og eitthvað svona, sem að er alls ekki það sem að við sem að erum í þessum heimi sem er svona ósýnilegur öðrum, við upplifum.
við upplifum sko bara baráttu og gleði og aktivitet og mikla, það er mjög mikið listsköpun og mikið af skapandi fólki sem að leggur margt til af mörkum til samfélagsins sem að ósýnilegt. Þannig okkur langaði til að bara birta þessa mynd sko í gegnum þessa menningarhátíð. Og menningarhátíðin stendur frá 8. febrúar til 8. mars og það eru hátt í 20 viðburðir af öllum mögulegu tagi. Já, getur þú sagt okkur svona stikla á stóru? Sko, það eru 2 stóri viðburðir sem að, sko, eru svona lykilviðburðir. Það er annars vegar afmælismálþing í Háskóla Íslands 21. febrúar, milli 1 og 3 og það er ekki svona hefðbundi fræðilegt málþing, heldur þetta með listrænu ívafi þar sem að vera gjörningar, fræðilegir gjörningar og listrænu gjörningar. Rektor Háskóla Íslands ávarpar þetta og svo verða svona fræðileg erindi sem að eru hérna líka stuttfræðilega erindi og þetta verður svona, og þarna verður sungið á táknmáli og þetta verður svona óvinnilegt og skemmtilegt fræðilegt málþing með listrænu ívafi og svo verður risastór afmæliskaka á eftir. Já, æðislegt. Þá mæti ég. Og hinn stóri viðburðin sem er reyndar stæðsti viðburðin okkar sem er daginn eftir, laugardaginn 20. og 2. febrúar, hann er í Hörpunni í samstarfi við Hörpuna. Okkar aðal samstarfsaðilar er Háskóli Íslands og Harpan. Þannig að í Hörpunni verður mjög stór svona menningarhátíð þetta kvöld. Þar opnum við klukkan 5:30, klukkan 5:30 og þá verður opnun á myndlistasýningu sem að verður í rými fyrir utan Silfurberg sem heitir Eyri og er þarna út í enda upp á annarri hæð og ægilega fallegt rými sem snýr út að sjónum og þar opnar myndlistasýning sem eru skúlptúrar sem voru sérstaklega gerðir fyrir þetta tilefni af fólki, fötluðu listafólki sem starfar hjá listvinnslunni. Og síðan kemur þarna okkar mennta háskóla og menningarráðherra og ávarpar hérna þessa opnunarhátíð og síðan eftir þessa opnun þarna verða létta veitingar og hugguleg samvera fyrir framan Silfurberg og síðan förum við inn í Silfurberg klukkan 8 og þar verður alveg brjálæðislega flott sviðslistasýning til klukkan 10. Vá, þetta hljómar eins og ég bara alveg stór hátíð. Þetta er mikil hátíð og þarna verða sýnd bæði ný verk og líka brot úr fyrrverkum, svona verðlaunasýningum og þetta aðal áherslan er á fatlað listafólk. Þannig að þarna er brot úr Fúsa sem er búið að fá fleiri en verðlaun og er alveg yndislegt verk. Ég bara það eitt af þeim toppverkum sem ég bara séð með æfina. Já, æðislegt. Og Taktu flugi baby og duettar og fleiri sýningar sem verða þarna og síðan verður þarna líka frumsýnt tónlistamindband sem er alveg geggjað sko. Ég vil helst ekki segja frá því hvað er í því. Það þarf að halda einhverju spennu. Já, þannig að fólk getur sko átt vona svona óvæntu sjónarhorni í gegnum þetta myndband. Þannig að, já, svo líka úr verkinu Eden, Svartar fjaðrir, það verður hana bara brota því besta, þetta verður glæsilegt og skemmtilegt. En hvað, að því þú myndist á fötlunarfræðina, sko, hvað eru fötlunarfræði? Og hvernig er það frábrugðið eins og bara þroskaþjálfarafræði eða snýst þetta meira menningu og þá ekki líkamannum og því sem líkamann getur og ekki eða hvernig, hver er svona megin munurinn?
Já, meginmunurinn til dæmis á fötlunarfræði og þroskaþjálfafræði sá að þroskaþjálfafræði þau mennta fólk til starfa. Þetta fagmenntun sem sko lögvarinn sem fagstétt. Ég þroskaþjálfi í grunninn fyrir svona cirka 300 árum. Útskrifaðist ég og vann lengi með fötluðu fólki á vettvangi áður en ég fór í mitt fræðilega nám og doktorsnám á endanum. Já, þroskaþjálfafræði ákaflega hagnýtt og gott nám fyrir fólk sem vil starfa með fötluðu fólki. Já. Og þannig að þetta svona fagstétt sem menntuð á menntavísindasviði Háskóla Íslands og þar, já. En fötlunarfræðin sko fræðileg og fræðileg nálgun sem snýr meira að því að kryfja svona fræðilegan grundvöll bara fræða að þróa fræða fatlað fólk, aðstæður fatlaðs fólks, hvernig hefur saga fatlaðs fólks verið í gegnum tíðina, að stunda rannsóknir sem að snúa að aðgengismálum, að sjálfskilningi, að bara öllu mögulegu og fötlunarfræðin eru á þeim meiði fræða sem eru núna ný grein, það eru svona nýjar greinar sem hafa sprottið upp á síðustu áratugum og snúa að þeim hópum sem að hinga til hafa ekki átti heima í háskólafræðanum. Þetta eru til dæmis kynjafræði sem nú best þekkt hér á landi. Þetta eru þverfagleg fræði sem að snúa að því að rýna í stöðu og aðstæður þeirra hópa sem hafa verið félagslega útskúfaðir, jaðarsettir eða eru valdalausir eða valdaminni en meginstraumurinn og þetta svona rannsókn af þeim sem hefur svona verið ítt aðeins út á jaðarinn eða mjög langt út á jaðarinn og hinsegin fræði í þessum hópi, fötlunarfræði og erlendis eru fræði sem heita African American Studies, Indian American Studies og sko þar sem að verður að skoða þessu hópa sem að ekki hafa hefðbundi verið innan háskólans. Og þá verið að skoða svona, hvers vegna þau falla ekki innan þessa venjulega samfélags svona innan gæsalappa eða sko það meira verið að skoða af hverju samfélagi hefur ekki gert ráð fyrir öllum. Já, einmitt. Það nú eiginlega frekar. Og það kannski bara næsta spurning, af hverju hefur samfélagið ekki gert ráð fyrir öllum? Já, það vegna þess að þeir sem hafa stýrt samfélaginu og setið á toppnum sko aldir eru kallar. Svona hvítir í okkar vestrana heimi, svo ég tala hann. Það hafa verið hvítir, velmenntaðir, millistéttar, gagnkynhneigðir, ófallaðir karlar. Og það bara ekkert ægilega langt síðan að konur fengu að fara inn í háskóla. Og þá voru það náttúrulega, þannig að það má segja það að þetta svona baráttu fræði þessi fræði einkennast af baráttu fyrir sýnileika fólks ákveðna samfélagshópa sem hafa verið jaðarsettir og því að fræðin sinni öllum því að fræðin hafa þessir hvítu kallar sem ég nefndi á þann þeir hafa ekkert ægilega mikið verið að skoða fatlað fólk eða konur eða hinsegin fólk þeir hafa náttúrulega bara hafa forsendurnar einhvern veginn til þess Nei, þeir hafa fræðin sem að hafa þróast hefðbundið einkennast mjög af þeim sem að hafa þróað fræðin út frá sínum skilningi og sinni stöðu í samfélaginu Já, áhugavert Nú eru þessir hópar, þú talar alveg svona þessa virkilega jaðarsettu hópa og einhvern veginn kannski fyrir almenning þá erfitt að ímynda sér að einhver innan í okkar samfélagi svona við, þessi sem eru með mitt hvít og ófötluð að það séu til hópar sem séu svo jaðarsettir að við bara vitum eiginlega ekkert af þeim Er þetta raunin hér? Já, ég get nú bara til dæmis nefnt einn hóp sem að
svona bara mjög aktuelt að nefna núna sem mjög ósýnilegur. Það eru flóttafólk og innflytjendur sem fatlað fólk sem að hafa stríð fjöldaframleiðsla af fötluðu fólki. Það bara þannig. Og auðvitað meðal fólk sem að rekjast undan stríði fólk sem að annarkvort hefur fatlast í þessu stríði orðið bara andlega og líkamlega eða þetta fatlað fólk sem á mjög erfitt að bjarga sér í sínu heimalandi við stríðsaðstæður og áreindar mjög erfitt með að vera á flótta. Við sáum aðeins hann Jason og það var og svona, kannski okkar frægasta mál og kannski það sem að opnaði augu fólks fyrir því að til væri flótta fólk sem á undan hún var náttúrulega sýrlensk fjölskylda sem var flutt til Grikklands. Þannig að þetta hefur aðeins komið upp hér fyrir svona, en þetta hópur sem mjög lítið vitað sem á mjög erfitt með að tala sínu máli. Þannig að en meðal fatlað fólks auðvitað líka rosalega fjölbreytileiki. Fatlað fólk kallar konur og alls konar kynsegin og alls konar hinsegin og með mjög margvíslega svona líkamlega einkenni sem oft kallað skerðingar og sumir hafa gerandaráskoranir, aðrir hreyfihamlaðir, sumir heyrnarskertir og aðrir erfitt með að sjá og sumir á einhverfurofni. Þannig að við meðal hópsins sem að við kallum fatlað fólk miklu meiri fjölbreytileiki en meðal þess hóp sem að kallast ófallað fólk. Þannig að þetta alveg rosalega áhugaverður hópur og gaman að vera í þessum hópi. Og núna ætlum við að reyna að sýna þennan gera þetta sýnilegt Já. Nú man ég eftir listan landamæra og svona það hafa nú svona sprottið upp einmitt svona tilraunir til þess að flétta list og menningarlífið inn í og svona reynslu heimfatlara saman einhvern veginn. Þessi hátíð hún einhvern veginn frábrugðin list og landamæra eða hvernig eða þetta eitthvað svona list án landamæra það sem svona líkast því sem að við erum að gera með þessari hátíð sem að við kallum uppskeru. Því að við erum að sýna uppskeruna á þessum 20 árum. Það hefur þó að mjög margt sem að þarf að breytast og gera betur í málefni fatlaðs fólks. Þá hefur mjög margt breyst á þessum 20 árum. Og við viljum bara draga fram þessa uppskeru og sýna hana. En uppskera líka svona að skera upp og skoða bakvið. Þannig að þetta hefur svona tvöfalda merkingu í okkar huga. Þannig að varðandi þáttöku fatlaðs fólks í listum og menningum svona í þessum megin straumi að þá upp á síðkastið hefur verið mikið meira það hafa verið mjög jákvæð breytingar bæði Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið og Listahátíð Reykjavíkur og fleiri hafa núna tekið upp stefnu inngildingu sem að inngilding þýðir það að allir fái að vera inni og vera með og það hefur verið bara mjög jákvætt. En hvernig eins og með skólana, eins og með háskólana, nú kemur og bara menntaskólana, nú kemur alltaf upp annars lagið svona umræða einmitt svona slæmt aðgengi fatlaðs fólks að bara námsbrautum þá sem að, bara þessum almennu námsbrautum sem að eru í skólunum. Það ég get bara sagt að ég fatlaða konu sem að var virkilega ósátt við það að þurfa að fara á svona sérstaka svona sérdeild sérnámsbraut, já. Þetta eitthvað svona breytast eða hver þín skoðun á þessari aðgreiningu? Já,
þetta náttúrulega þessi apartheid sko hefur verið aldrei ríkjandi sko. Skólarnir eru að reyna að gera sitt besta en hins vegar þetta mikil barátta að fólk sem fer inn á sérnámsbrautirnar í framhaldsskólanum útskrifast með einingar sem eru minna virði en venjulegir menntaskólanemndur útskrifast. Þannig að þessar einingar veita ekki sjálfkrafa aðgengi til dæmis að listaháskóla. Og það mikil barátta núna meðal fatlara listamanna og fatlars fólk sem vil leggja list fyrir sig að fá aðgang að listnámi og það hefur ekki verið leyst því miður. Nei. Ég bara vona að ný ríkisstjórn taki þetta upp og reyna að leysa þetta. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega ósanngjarnt að þú farir í gegnum menntaskóla á einhver svona sér prógrami og fáir ekki fullgildar einingar. Nei. Þannig að þú situr föst. Já, þá annarkvort einmitt eitthvað að í náminu eða þessari aðgreiningu. Sko, ég ætla ekki að úttala mig það hvað nákvæmlega þarna en við þetta þurfum við að leysa. Og bara það sést best á þessari lista og menningar og fræðahátíð sem að við stöndum að núna hvað það mikil sköpunarkraftur og sköpunargleði og ný sjónarhorn og bara ný sýn á alls konar hluti sem að þessi hópur eins og hann nú fjölbreyttur hefur fram að færa og mér finnst bara Ísland að missa af þessum mikilvæga bara mörgum snillingum hópi inn í okkar listasenu en sko það að verða opnun núna og ég bara mjög vil hæla sko leikhúsunum fyrir að taka þessar sýningar eins og Taktu flugi baby og Fúsa og fleiri þannig að bara halda þessu áfram því að þarna bara, þetta eru sko sýningar sem að engin annar hefði geta gert. Nei, og alveg stórkostlegar og hafa vakið heilmikla lukku. Fúsi hefur fengið mörg verðlaun. Enda, ég bara endur taka það sko, maður hlær og maður grætur og þetta svo yndisleg og einlæg, falleg og hrífandi sýning að ég hef einlega valla upplifað annað eins þannig að ég bara þau eru að sýna núna á Akureyri þannig að bara ekki missa að því og ef að þið viljið sjá brot komið þá í Hörpuna það frítt inn í Hörpuna en fólk þarf að sækja sér miða á tix.is fyrir 0 krónur og ástæðan fyrir því að fólk þarf að sækja sér miða svo að við verðum að hafa einhverja hugmyndum hversu margir koma, við þurfum alltaf undirbúa salin og við þurfum að undirbúa léttar veitingar undan þar sem að fólk fær eitthvað að borða, eitthvað fingramatt og drykki og við verðum að hafa einhverja hugmynd það hvort að við fáum sko 200 eða 300 eða eitthvað, hvað það nú Og þú hvetur auðvitað alla til að mæta, ekki bara aðstandendur fallara og falla fólk, heldur bara allt fólk. Öll velkomin og ég vil taka fram sérstaklega að við höfum passað mjög vel upp á allt aðgengi, þannig að þess vegna frítt inn, þannig að það á ekki að stoppa neitt að ná sér með það. Og síðan þetta verður sviðslistasýningin og svona ávörpin þarna fyrir framann í opnunni. Þetta verður tákmannstúlkað. Það mjög gott aðgengi fyrir fólk sem nota hjólastóla í Hörpu. Það verður þarna skynvænt rými sem að fólk getur farið og ef það þolir ekki sko mikið þetta áreiti getur að farið afsíðis og fengi afdrepp. Já, svona núlstilt sig bara. Já. Og þarna og sviðslista atriðin verður öll sjónlist fyrir fólk sem með skerta sjón eða blind. Þannig að við höfum lagt mjög mikið upp úr því að gæta þess að þetta sé aðgengilegt fyrir öll og það hægt að finna upplýsingar alla hátíðina inn á vef Háskólans hi.is/uppskera og
og dagskráin öll á aðgengilegu máli, bæði á íslensku og ensku. Þannig að þetta svona aðgengilegu, við leggjum mikla áherslu á það. Það engin afsökun. Nei, það engin afsökun. Og við höfum rekið okkur að það að að þó að fólk þurfi ekki sérstaklega aðgengilegan texta, þá finnst fólki best að lesa aðgengilegan texta því hann stuttur, einfaldur og nýtmiðar. Einmitt, þetta hendar, nú á ég unglingsstúlku og svo ég sjálf þetta líka, maður alltaf í þessum stuttu myndböndum og svona, og nú stuttur nýtmiðar texti einhvern veginn orðið svona, það sem að maður leitar í, að því að hitt tekur svo langan tíma. Já, en svo er þetta bara auglýst á samfélagsmiðlum og þetta verður á strætóskýlum líka, síðan vikuna fyrir, og við erum að vinna í því að setja eitthvað á TikTok. Við erum þegar við nefndir ungling, þá að við erum með unglingur þessum hóp sem að er algjör TikTok snillingur, við ætlum að reyna að ég kann ekki á TikTok, en við höfum þetta sýnir breiddina í hópnum, og í stýrihópnum er fólk frá háskólanum, ég og Hanna Björg Sigurðardóttir sem formaður námsbrautar í fötlunarfræðum og það er formaður Þroskahjálpar Unnur Helga og formaður Öryrkjabandalagsins Alma Ýr og listrænt stjórnandi Margrét Nordal. Við erum í stýrihópnum, en það er mjög stór hópur fræðafólks, listafólks, samtakafallarsfólks sem að standa að þessu. Einlega bara nánast flest samtök fallarsfólks bara á landinu, Doktor Rannveig, er það ekki rétt hjá mér? Traustadóttir, emeritus við Háskóla Íslands í fötlunarfræðum. Þakkaði kærlega fyrir að koma hérna og segja okkur frá þessum skemmtilega viðburði og svona stikla á stóru fötlunarfræði og inngildingu í samfélaginu. Þetta er auðvitað bara mikilvægt mikilvægt mál og við hlökkum til að fylgjast með ykkur á hátíðinni og bara svo í framtíðinni. Já, þakkaði fyrir, það var mjög gaman að koma hingað og það eru næri 20 viðburðir, þannig að margt fleira sem að væri mjög áhugavert að segja frá. Og þaðan skulum við setja punkt og ég þakka ykkur kærlega fyrir sem áhlýttuð og horfðuð á okkur hér í kvöld. Pétri Fjellsteð fyrir útsendinguna og mínu góða samstarfsfólki og öllum viðmælandum kvöldsins fyrir samveruna. Ég minni á að hægt að gerast áskrifandi á samstöðin.is og þar með getið þið orðið með og styrt þetta góða verkefni sem að við erum með hér í gangi. Takk fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.